Já, komið heil og sæl og verið hjartanlega velkomin í Chess at Dark þátt sem að, hann stefnir á 200, er þetta 199? Þetta er 199. Já, það er líka viðeigandi því að við erum með frábæran gest í settinu, en kannski áður nú koma honum, þá er það náttúrulega Fresh Happy Max. Já, Serrano. Það eru Serrano menn, þar færði hotlan og ferskan skyndibita sem þú getur borðað með góðri samvisku. Einmitt, þarftu ekki að vera með samviskupið eftir það? Nei, góður mexikóskur á sko líka ekki glæpsamlegu verði. Alls ekki. Er bara, já það eru forréttindi sem við búum við á Íslandi og við þakkum þeim kærlega fyrir að... Og ég má þakka fyrir þetta hverjum degi. Já, við erum að gera það. Þú ætti að þakka fyrir bátið, þú ætti að þakka fyrir því þegar þú tökum von. En að gesti í kvöldsins, það er Einar Þorsteinsson. Einar er fyrir sjónvarpsmaður, menntaður stjórnmálafræðingur og oddviti Framsóknarflokksins í Reykjavík og borgarstjóri, vel að merkja. Vertu hjartanlega velkomin. Takk fyrir. Já, við erum mjög spenntir fyrir þetta. Við erum búin að vera mjög mikið í landspólitíkinni, en þetta er eiginlega heldur bara fyrsti bæjarpólitíks þátturinn okkar, sko. Ok. Þannig að þú er afsakað fáfræðan okkar. Já, það er bara í góðu lagi. Ég held að ég eiginlega verði beðast afsökunar strax í byrjun. Já. Að því að við erum búin að reyna núna. Nú 700 sinnum. Já. Fjóraða skiptið. Er þetta ekki, við erum búin að fresta 3, held ég. Og þegar ritarinn, aðstofamæðurinn hringdi mig áðan, þá var ég bara, nei. Sko, já, að því mér finnst, ég vil bara mjög gaman að koma í podcast og spenntur að koma og hitta ykkur. En svo er maður bara búin að vera að hlaupa dálítið hratt frá því 16. febrúar þegar ég tók við. Einmitt. Og einhvern veginn að þegar maður sest í stólinn, borgarstjórastólinn, þá vilja allir hitta mann. Allir uppbyggingaraðilar, öll hagsmunafélög, íþróttafélög og bara allir einhvern veginn sem hafa einhverja hagsmuni í borginni vilja fá að setjast niður með borgarstjórunum. Kynnast honum og ræða við hann það sem að þau vantar, það sem þau langar að gera. Og ég hef bara haft mjög lágan þröskuld á því að taka þessu fundi, að því að fyrir mig skiptir það líka máli að kynnast borginni og félagunum, og ég er svo sem búin að vera formaður borgarráðs í 18 mánuði. En fyrir mig að fá svona beina tengingu skiptimáli. Þannig að ég er búin að vera dálítið að fara og hitta fólk og fá fólk til mín og kynnast verkefninu og þessum ólíku hagsmunum, og það er bara, hefur gert það verkum að þessi þáttur hefur frestast svona oft. Þá bara bið ykkur afsökunar. Já, ég ætlaði náttúrulega ekki að adressa þetta í þættinum, sko, en það er bara fínt að þú gera það. Ég heldur bara að vera hreinskilin strax í byrjun. Já, bara vel gert. En þátturinn verður bara því betri fyrir vikið. Já, en það er líka bara, við erum líka verðt að þú líka ekki sá fyrst, ég get alveg sagt. Vera með lágan þröskuld og hitta fólki sem að, treystir á þig. Já. Þetta er ábyrgð hlutverk, eins og vorum aðeins að tala fyrir þáttinn. Það er náttúrulega örugglega, ef við tökum það bara aðeins, því að við erum nú með fellow fjölmiðlamann í setti, það er náttúrulega langt þægilegast að bara fara ekki inn viðtöl, þá segir maður ekkert af sér. Já. En það ekki eða? Jú, en sko þægilegt, kannski þægilegt í smá stund. Já. En ef þú ert stjórnmálamaður, þá, og ég hef kannski haldið þess að ræðu oftar sem fjölmiðlamaður, að segja, þú fólk, þú bauðst þig fram og þú óskar eftir því að kjósendur afhendu þér vald sitt og þú ferð með það núna í 4 ár og þér ber einfaldlega að svara fyrir það sem þú ert að gera, og það er hægt að gera það the easy way eða the hard way. Og annarkvort ef menn mæti ekki ítrykkað, þá bara segja fjölmiðlamenn frá því. Einmitt. Þá bara betra mæta, kannski fá eitthvað svigrúm til að undirbúa sig. Ég undirbjóð mér nú ekki mikið fyrir þennan þátt, en við förum bara yfir málin. En ég hef það dálítið sem reglu að reyna að mæti í öll viðtöl. Og en ég veit samt að orðum borgarstjóra fylgja ábyrgð, og maður þarf að vera með réttar upplýsingar og svona gæta sín á því hvað maður segir. Þetta er oft viðkvæm mál og alls konar, þannig en ég hef það sem reglu að reyna að mæta í þau viðtöl sem óskaðir eftir. Já, og við náum honum. Já, heldur betur, við erum mættir og mættir í ljónagryfjuna. Já, en áður en við dempum okkur af hiljum hug í þáttin, þá eru það Autocenter. Já. Bílamálun og réttingar bjóða upp á alhliða þjónustu þegar bílinn lendir í tjóni. Þú getur þurft að kíkja þangað núna. Ég var að bakka þá bara í fyrradag, sko. Já, þú voru að kíkja þangað. Já, bara beint til Autocenter. Fyrir ekki ég truflu auglýsingar. Nei, þú mátti endilega taka þátt í henni. Hvað heita þeir? Autocenter. Autocenter, ok. Leifur lendi líka bílið sér ger. Já, þeir
gerði það líka en mér skilst að þeir skili bílnum samt betri en úr umbúðinu sko. Já, þess vegna varst að gera þetta. Það er alls í langt sér að minn var kerður úr umbúðinu en það önnur segja sko. Þið bókið síma í tíma 555-2000 tíma í síma en ef við byrjum á rótun og förum aðeins í mannin áður en förum í boltan Einar Þú veistu þetta meðlumir í SUS á þínum yngri árum og varst með þessum skeið formaður ungra sjálfstæðismann í Kópavogi. Já. Þá varum við að spyrja af hverju ferðið fram fyrir Framsókn en ekki Sjálfstæðisflokkinn? Já, ég var sko svona félagsmála frík þegar ég var ungur. Fór í stjórnmálafræði í háskólanum og var formaður félags stjórnmálafræði nema, pólitíka og var í stjórnum Vöku og var bara svona dálítið hægrisinnaður, ungur maður og hafði gaman að ég láta til mín taka var formaður sem sagt í Kópavogi þar sem ég bjó. Ekki Týr? Týr, já. Og svo svo bara fer ég að vinna sem fréttamaður og þá fer maður að fjalla samfélagið og ég náttúrulega skráði mig úr Sjálfstæðisflokknum af því að maður getur ekki verið fréttamaður en flokksbundin og flokkspólitískur það, maður er voðalega fljótur að afhjúpa sig að maður er að ganga pólitískra erinda eitthvað flokka og þetta er bara mjög strangt á RÚV þannig að svo bara eignast maður barn og íbúð og fer að skulda og díla við brasið við þekkið þetta jú. Og kynnast einhvern veginn samfélaginu öllu því sem að gengur á allt það sem er gott og það sem að þarf að laga og kynna stjórnmálaflokkunum stjórnmálamönnunum sem að leiða þá ákvarðanatökunni, hvernig hún er hvernig hagsmunaaðilar hafa áhrif eða hafa ekki áhrif sumir sem að bara ná ekki í gegn með sína hagsmuni og það er óréttlæti í samfélaginu og maður svona einhvern veginn tekur þetta inn á í gegnum það starfa að vera fréttamaður og þá fær maður bara smátt og smátt nýja sýn á samfélagið. Já. Og ég er í 18 ár fréttamaður og mjög fljótlega eftir ég byrjaði sem fréttamaður þá svona þurrkast út þessi flokkspólitíska hugsun. Okay. Hún bara hverfur, maður fer bara að vinna fyrir almenning af því að áhorfandinn hann er að horfa eða hlusta og maður er að þjóna honum fyrst og fremst. Og þetta bara, ég tók þetta mjög alvarlega að vera að upplýsa, fræða og skemmta sem eru einhvernur orð RÚV og þannig er maður bara að þjóna samfélaginu og láta einhvern veginn gott að sér leiða og þá síðan þegar ég ákveða að ég var búin að vera þarna í 18 ár og það voru svona alls konar breytingar og hugsanlega breytingar á kastljósinu og breytaði ég svona aðeins meira magasín þátt og ég var búin að svona finna mér mína hillu sem daldi svona aðgangsarður spyrill og vildi vera með þannig viðtöl áfram að því að mér fannst engin annar verið að gera það og frábær sem slíkur takk fyrir það Gekkjaður. og mér fannst það valjú fyrir RÚV að vera með þannig þátt og ég svona einhvern veginn bara fór að finna það ég var kannski bara komið með nóg ég var rétt fertugt og átti kannski svona seinni-hálfleik í starfsframanum eftir og ég hugsaði bara, heyrðu, er ekki bara fínt að hætta núna bara fyrir maður að gera eitthvað annað og hafði þá fengið starfstilboð sem var bara mjög þægilegt 9-5 með fínum launum og ég ákvað bara að þykja það Ok, þannig að það var ekki Framsóknarflokkurinn sem hafði sambandið fyrst? Nei, okay. ég ákvað að hætta bara og ákvað að taka þessu starfi og svo þurfti að fara í svona ákveðna skipulagsbreytingar til þess að búa til þessa stöðu fyrir mig á þessum vinnustað þannig að ég átti líka alls konar orlof og eitthvað og beið bara ákvað að taka mér 2 mánuði og slaka aðeins á og í millitíðinni þegar fólk frétti það að ég veri hættur og er ekki búin að segja hvað ég var að fara að gera því það var leyndarmál þá fór síminn að hringja og ég ætlaði mér aldrei í pólitík en svo þegar einhvern veginn ég var laus og þá úr fréttunum og þá hugsaði ég með mér kannski á ég bara að horfa á þetta aðeins víðara ekki bara á þetta starf sem að mér var búið kannski er eitthvað meira að nóti og ég hafði fylgst með Framsókn og eiginkona mín var aðstofamaður þá Lilju Alfreðsdóttur þannig að hún hafði svona tengingar inn í Framsóknarflokkinn og ég skal bara viðurkenna það að þessi
þessi staða að vera fréttamaður, segjum að þú ert í settinu hérna með einn hægri mann og einn vinstri mann í viðtali og þeir eru eitthvað að rífast og ég fréttamaðurinn í miðunni og ég veit að það eru bara báðir aðilar hafa ýmislegt til síns máls. Það er eitthvað reyrildi eða eitthvað umræða og mér fannst ég bara vera miðjumaður eftir að hafa séð samfélagið með þessum augum. Ég veit að það er næst engin árangur nema að tengja saman ólíkar skoðanir og ná einhverjum málamiðlun og sátt. Standa, það er auðvitað alltaf eitthvað grunngildi sem að maður stendur fyrir sem eru mannúð og mildi og vera með öryggisnet í samfélaginu en líka markaðsdrifið efnahagskerfi sem að framleiðir verðmæti og hagvöxt og allt þetta. Og þetta rúmast allt innan framsóknar hugsjónarinnar og hún er í grunninn samvinnustefna að tengja, eru óhræddir að hlusta á hugmyndir frá öðrum og ná árangri. Þetta er bara svona, þannig að þegar ég var beðin að fara í framboð fyrir Framsókn þá leist mér bara vel á það. En þetta var samt aldrei klikkað að fara í framboð fyrir Framsókn í Reykjavík. En klikka, ég ætla bara að koma að það er ekki klikka, það er bara, vildir að halda áfram að vera atvinnulegs? Ég hafði bara trú á því að því að við áttum, þá var engin, hafði ekki verið borgarfulltrúi kjörtímabilinu sem var að ljúka þá. 18 til 22 og flokkurinn hafði þá fengið vonda útreið í kosningum í 3,6% og var svona dálítið að þurrkaðist út úr borgarstjórn og baklandi svona, þið vitið, þetta er alltaf erfitt ef það er engin kjörinn fulltrúi í salnum. Þannig að en ég bara mér fannst það líka smá spennandi að mæta inn og endurreisa eitthvað og flokknum hefði gengið ágætlega í alþingiskosningunum árinu áður og ég fann að það var hljómgrunnur fyrir samvinnuhugsjóninni og þegar ég að standa með börnum og íþróttum og menntun og einhvern veginn svona þessi polarisering á milli hægri og vinstri er að drepa öll lýðræðiskerfi. Sjáðu bara, það er alltaf verið að toga okkur í sundur ef þú ert ekki alveg sammála mér, þá ertu bara fáviti og einhvern veginn öfgafullur eða, þetta verður svo toxic alls saman. Þannig að ég hugsaði með mér eina andstaðan, polarization eða skautun, við eigum ekkert orð yfir það, andheiti. Framsókn? Já, í grunninn, samvinnuhugsjón, að vera tilbúin að bera virðingu fyrir skoðunum annara, þarf ekki að vera sammálaðum, en einhvern veginn verðum við að komast að niðurstöðu og stjórnmálin eru tæki okkar til þess að komast að niðurstöðu. Við erum ekki með svona tveggja blokka kerfi þar sem að kemur bara nýr meirihluti, stjórnsýslunni rutt út, allir nýir inn og svo bara ræður einn. Það er ekki systemi. Við erum með fjölflokka lýðræðiskerfi, fulltrúa lýðræðiskerfi og það krefst þess að við vinnum saman og þó það sé myndaður meirihluti þá eru líka málamiðlanir innan hans en ef við ætlum að ná einhverjum árangri svona heilt yfir í samfélaginu þá þurfum við líka að vinna með minnihlutanum því annars eru átökin bara þar. Þannig að ég er bara eftir svona feril minn í fjölmiðlum átta mig á því að það er gott fólk, bara svona raunverulega gott fólk í öllum flokkum sem er að miklu hjarta að gefa sig að stjórnmálum, gæti verið að gera alls konar aðra hluti, flestir og þolir álægið að vera í sviðsljósi og tæta gagnrýni og eitthvað. Ég ber bara virðingu fyrir stjórnmála stéttinni í grunninn en mér hefur fundist vanta meiri svona, meiri samvinnu í stjórnmálin og ég held að hún sé svarið við, skautuninni og hættunni á því að það komist til valda menn sem að ala á óttanum eins og Trump og Orbán og einhverju svona svoleiðis týpur og við erum verið lánsöm á Íslandi að þessir menn hafa ekki náð árangri í íslenskum stjórnmálum hingað til og ég held að sé vegna þess að við erum reynum að gæta hófs og það skiptir máli og Framsókn leikur bara lykil hlutverk í því að vera með hófsamur flokkur á miðjunni tilbúin að opna faðminn og vinna með öðru fólki. Já, algjörlega, þú komst aðeins inn á þetta en kannski fyrir þá hlustendur sem eru fljótir að gleyma þá
eins og talum, Framsóknarflokkurinn var bara í algjöri mýflugum í borginu og var ekki einu sinni með mann í bæjarstjórn áður en að þú mæti til leiks. Mér langt kannski aðeins að spyrja þig bara og aftur hrósaði fyrir að frábæra kosningasigur, kallaði ansi kaldan að hafa þórað að fara í þetta. Var búið að þegar þetta kemur á borðtíðin, var Framsókn búið að móta einhverja stefnu og sáu þig fyrir sér sem mann til að leiða þessa stefnu eða sögðu bara, heyrðu, hérna eru lyklarnir og þú færð að móta stefnu, eða skilur hvað við? Já, það var þannig að það var ekki bara grunnstefna Framsóknar fyrir. Af því að þeir sigrið hann fyrir, en mér fannst, leiðir til mig að vera bulla núna, þið voru eiginlega bara einhverju flugvallavinnir í gamla dag og eitthvað, mér fannst einhvern veginn ekkert vera mikið meira þarna að frétta, sko. Já, hann bauð undir merkjum Framsókn og flugvallavinnir og ég bara svona meiri mannvinnur þú veist, maður tengir ekki endilega... Frekar aldrei flugvallavinnur? Já, bara, ég tengi ekki vináttu við dauðar hluti, sko. Þeir hafa ákveðnir hlutverki að gegna en ekki vináttu, en gott og vel, það er fyrir tíð. Ég kem inn og það er uppstilling, það er ekki prófkjör og á endanum þá er mér treyst fyrir því að leiða listan og svo er safnað fólki á listan og saman myndu við stefnuna. Já. En ég lagði mikla áherslu á það að Framsókn yrði í Reykjavík undir minni formennsku borgaralegt afl sem að horfir á hlutverk höfuðborgarinnar, kannski með aðeins svona breiðari hætti heldur en út frá einu stefnumáli sem að snýra flugvöllin eða einhverju slíku, að hann væri flokkur sem væri nútímalegur, að hann skildi þurfti að fara í ákveðna hugmyndafræðilega endurnýjun varðandi ýmislegt. Eitt af því eru samgöngumálin, þrátt fyrir að við höfum átt samgöngu ráðherra sem að lagði grunninn að samgöngu sáttmálanum á sínum tíma sem snýra því að búa til almenni samgöngur og sem að heitir borgarlína en líka bara strætó, stoppvegir, hjólastígar og ljósastýringar og umferðaröryggi og alls konar. Þá og Sigurður Ingi leiddi þá vinnu. Þá var kannski borgarstjórnarflokkurinn hafði ekki haft tækifæri til þess að sýna það, að hann skilur það hvað það þýðir að þróa borg og gera hana góðri borg. Og borg sem er að vaksa, hún glímir við alls konar áskoranir og ég vildi taka inn þessa svona borgarhugsun og þjóna Reykvíkingum sérstaklega. En borgin náttúrulega gegnir líka lykil hlutverki í samstarfi sveitarfélagana á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að ég tók svona nokkra slægi alveg við alls konar aðila í bara grasrótinni sem að og emdi til eða tók þátt í umræðu alls konar mál, meðal annars borgarlínu og flugvöllin og hitt og þetta. Úr varð stefna sem að listinn samþykkir og við stöndum við og gerði okkur kleift síðan að ganga til samstarfs við flokkana og ég er bara stoltur af því, sko. Ánægður með það. Máttur að það. Já, og maður sér það líka þegar maður fer og talar við aðra borgarstjóra, sér hvað í útlöndum, í öðrum borgum, hvernig þau eru að leysa úr umferðarvanda, hvernig þau eru að leysa úr húsnæðisvanda og allt þetta, og þetta er hægri menn og vinstri menn og miðjumenn út allan heim eru bara beita sömu tækjunum. Hérna á Íslandi fara svona einhvern veginn sjálfsögð mál bara í eitthvað voðalega skrítin átakafarveg og botna ekkert alveg í því. Einar, getur fært hann aðeins nærið sem hljóðnumar eru svo leiðilegir. Er ekki jafngóður og rúf, sko. Sko, þú kannski aðeins minna budget. Aðeins minna budget. Sko, þú kannski aðeins búin að trilla á stóru hérna, en sko, geturinn, ef ég væri bara með þig, bara með byssu höfðis, líkillin aðeins sem frábæra kosningasýri heldur hafi verið ykkur 1, 2, 3 mál, eða heldur þetta bara verið listin, eða bara samblanda, eða hvað heldur þau? Ég held að það hafi verið eftirspurn eftir hófsömu miðjuafli í borgina vegna þess að fólk upplifði ofsalega mikla deilur og polariseringu og læti og einhvern veginn ofbauð bara, ég held að fólk hefði bara ofbauð einhvern veginn ruglið í borgarstjórn á síðasta kjörtímabili. Þú veist, það voru ofsalegt
Vigdís Hauksdóttir og Kolbrún Bergsdóttir, Baldursdóttir og Dagur og Hjálmar og það var orðið svo súr stemming og svo mikil átök og svo hatramt. Jú, Eyþór Arnalds líka. Og Eyþór Arnalds og svona það bara var einhvern veginn ekki góð stemming. Nei. Og þannig að ég held að fólk hafi þyrst í eitthvað nýtt blóð. Já, nýtt og ferskt. Já, ég held það. Og það vildi til að ég var bara í frambúði held ég og fólk kannski þekkti mig af mínum fyrir störfum í sjónvarpinu og vissi kannski að einhverju leyti að hverju það gekk og þannig að það svona held ég að við skipt alltaf máli, bara maður lappar inn í ástand sem er ekki gott og fólk vil sjá breytingar á aðferðafræði. Ég held að líka fólk hafi við sögðum er ekki komin tíma á breytingar. Já. Og þá var maður að tala náttúrulega breytingar á borgarstjóranum. Ég náttúrulega bauð mig fram og sendi bréf á alla borgarbúa og sagði ég biðið að kjósa mig og ég óskaði þess að ég náði þeim árangur að ég verði borgarstjóri. Einmitt. Kannski þetta aldrei hrókafullt að biðja djobbið. En mér fannst það bara eðlilegt að því þangað stemdi ég. Ég vildi ná árangur í þessum kosningum, ganga til samstarfs við þá flokka sem við náðum saman málefni sem að skipta borgarbúa mestu máli og við náðum þeim árangri algjör óvissuferð en það kennir mann samt að það er bara það er oft salur sem er tilbúin að hlusta og svo náttúrulega ríðust úrslit kosningana og svo myndað meiri hluta sáttmáli og maður gengur til samstarfs við 3 af þeim flokkum sem voru í fyrri meiri hluta svo mér upplifa það ekki sem breytingu. Nei. Skilurðu og ég skil það vel. Já. En ég leitaði að samstarfi með Sjálfstæðisflokki fyrst. Ok. Af því mér fannst það eðlilegast að því ég boðaði breytingar og það spurði fólk ef þið kjósum mig þá fáið þið breytingar. En þá hefði verið eðlilegast að gefa minnihlutaflokkunum tækifæri til þess að mynda meirihluta með mér og okkur. Svo bara var ekki hægt að telja upp í meirihluta með þeim. Nei, þegar þurfti eitthvað fleiri með ykkur. Já, og þeir voru bara búin að mála sig einhvern veginn út í horn, sjálfstæðismennirnir. Enginn vildi vinna með þeim. Nei. Og þá fer maður bara að leitar hinn áttina. Já. Og ég bara þetta bara farsælt samstarf og bara góður svona miðju meirihluti af því að Vinstri græn fara út stór borgarstjórnarhópur Framsóknar kemur inn og svona pólitíska viktin í samstarfinu, hún færðist til frá vinstri til miðju. Einmitt. Og ég held að hann sé bara fýtt balans í meirihlutanum. Já, klart. Já, kannski færum okkur ágætt að hjóli mannin fyrst fyrir boltan fyrir boltan sko við erum alltaf með Gróttu leggjandinn kannski örsnögt hvaða stöðu spilaðar á vellinum minnar? Sko ég var bæði á miðjunni en svo var ég center sko. Já, að dreifa spilinu en gæti líka slúta. Ég var alveg að ég setti 20 mörg sko í sumarið í öðrum flokki sko. Þetta er leikmaður. Þetta er leikmaður. Ég lifi rosalega á því. Það er svo það sem segja. En orka náttúrunar, þeir taka augun aldrei á boltanum. Nei, ég gerði það aldrei. Sturlu staðrindu það eru tveir hlæðslugarðar á Akureyri frá þeim. Þeir eru sem svo Framsókn, sko, þeir einbeita sér að Laugaborginni en þeir gleyma ekki landsbyggðinni. Nei, gera tróki og síðan við hofið, þannig að endilega kíkja það. Svo er þeir náttúrulega við Perluna og það er sjón út af fyrir sig, sko. Já, sérstaklega bíli sem er það núna. Já, ég sett klesti á og þurfti að keyra. Hann er búin að vera aðri 3 dagar núna. Ekki nógu gott, sko, en boltinn, rekstur Reykjavíkurborgar. Já. Við stiklum aðeins á stóru í rekstrinum. Þeir eru með halla í ársreikningi 2023 en minni halla en áætlunin gerður ráð fyrir. Fyrstu 6 mánuði ársins 2024 skiliði 196 milljón króna afgangi. Þið segið að áætlunin standist þrátt fyrir að ytri áskorunir og þrýstingi á innviði að verið til staðar. Eru aðgerðir ykkar að virka? Já, það er að virka. Fá náttúrulega í fangið óvæntan halla. Ég las ársreikningin frá árinu áður þegar ég fór í frambúðum og þá var gert ráð fyrir 3,8 milljarða halla sem er svona ekkert svakalegt en bara doable
Það má ekki sletta í þættinum. Jú, hvort það má. Við erum aftur derk. Já, einmitt. Máttu alveg blóta, sletta, segja vitleysu. Ok. En síðan bara kemur fyrsta hálfsárs uppgjörið, einhvern tímann í byrjun september og þá bara kemur 9,5 milljarður eða 9,8 milljarður í halla. Og svo kemur bara á endanum kemur útkomusspá og svo kemur bara hallin í lokin og þá sér maður að hann 16,3. Sælis. Maður bara fjallist aldrei hendur. Svimaði man ekki bara að sjá þess að tölur eða? Doldið, jú. Já. Og, en þarna var ýmislegt sem spilaði inn í náttúrulega fjármagnsliðir, þú veist, verðbólgan hafði og þarna tónt og ýmislegt. En við réðumst strax í talsverðar hagræðingar aðgerðir þarna haustið strax eftir að við tókum við kjörtímabilinu. Og það var ekki það sem að maður einhvern veginn bjóst við að maður verið að fara að gera. Ég bjóst við því að vera að færa til fjármagn í málaflokka sem við höfum verið að tala og svona. Kannski meiri sóknabolti eða hvað? Já, ég skal bara reynskili með það. Og var þá afsikri framfyrir, var útlitið kannski þá verra heldur þú bjóst við? Já, miklu verra. Ég meina, ég bjóst ekki við þessum miklu halla og það var ekki talað um það í kosningabartunni. Þannig að við erum búin að vera núna í mikilli hagræðingu allt kjörtímabilið í þessi 2 ár og náðum nú niður 11 milljarða milli ára og erum að fórum í einhverjar 100 aðhaldsaðgerðir og jú, margt smátt gerir eitt stórt en við líka að taka betur svona utan mönnunina og núna fengum við þetta hálfsárs uppgjör fyrir 2 vikum með eitthvað svona og þá erum við komin í grænartölur og ég rosalega ánægður með það en þetta samt brothætt af því að ég meina þetta bara á nippinu og þú veist og það ennþá verðbólga og vextir eru ennþá ótrúlega háir og fjármagnskostnaðurinn ógeðslega mikill þannig að og við erum ennþá að vaksa og það bara við þurfum að byggja marga leikskóla og grunnskóla og ný hverfi og þetta eiginlega það sem við höfum skilið eftir í fjárfestingaáætluninni sem við erum að sækja lánin í og skuldabréfamörkuðum og við skerum einhvern veginn allt niður sem við getum nema bara það sem fólki þarf mest á að halda leikskólar, grunnskólar og svo innviðir fjárfestingu fyrir ný hverfi af því að við þurfum að tryggja húsnæðisuppbyggingin hiki ekki þannig að en þú veist, eftir að ég tók við þá hef ég svona sett aldrei fókus á það að við séum ekki að fjölga starfsfólki. Já. Af því að fjölmennur vinnustæður. Já. Og bara ef maður getur náð tökum á því að vera með rétta mönnun á öllum okkar stofnunum, í öllum skólunum, grunn- og leikskólum, búsetukjörnunum fyrir fatlað fólk í miðstöðunum okkar, allstaðar það sem við erum að veita þjónustu, að við séum rétt mönnuð, en ekki ofmönnuð, þá það skiptir ótrúlegu máli. Þannig að við fórum í það að búa til svona stafrænan gagnagrunn yfir stöðugildin sem að við vorum ekki alveg komið ángað að vera með nægilega góða yfirsýn. Ég var alltaf að spyrja, hvað vinna margir hjá borginni? Það var enginn sem gat sagt mér það almennilega. Það er rosalega starfsmannavelta, skiljur, það verið að ráða og fólk að hætta, þú veist. Já, það er á fleiri stöðum, sko. Já, ég veit það, en þannig að þú veist, og svo eru sumir í hlutastarfi og aðrir í svona og það eru stöðugildi eða starfsmennafjöldi og það eru alls konar svona tölur sem þetta er að stilla upp, en við náðum utan á þetta með þjónustu og nýsköpunarsviði. Kom ykkur unnur og fyrsta mánudag í hverjum mánuði, þá sit ég með yfirstjórninni og þessu bara flett upp á skjá og það er bara velferðsvið, það eru 20 ráðningar, eru það innan ramma eða eru það utan ramma, hvernig ætla að ná þessu niður, hvað er að gerast hér, af hverju, er einhver ástíðabundin sveifla sem að jafnast út eða eitthvað svona og svo bara farið eftir hverju sviði. Já. Og þetta er aðhald, þá eru við, ég og sviðstjórnir, framkvæmdastjórnin með augun á þessu, það er ekkert sem að gerist bara eins og við sjáum það og fólk þarf að færa rök fyrir því ef að það er að skríða eitthvað fram úr. Og þetta sýnir það núna og við sáum það í hálfsársuppgjörinu að starfsmannafjöldin, hann stendur í stað
og smátt og smátt að því að stærstur hluti okkar útgjalda eru laun og þá náum við meiri árangri og meiri fyrirsjáanleika í fjármálunum okkar og þetta skiptir gríðarlegu máli. Sko, þarna við höfum skjóta einninni, sorry Birkir, afsakaðu þetta bara þessu skutt í kvöldunum sko, að því að nú voru einhver smá uppsögn í Arion banka bara senast í dag og maður hefur séð fréttir af hópuppsögnum hér og þar í atvinnulífinu og Reykjavík er náttúrulega bara stór vinnustaður er ekki hægt til dæmis, maður er bara spá í rétti opinbera starfsmannana svo væri það pólitísk sjálfsmorð að vera bara með hópuppsögn eða hvað spurning? Eða siðferðisleg spurning Nei, ég meina sko, við bara tölum um rekstur borgarinnar við getum alveg ákveðið hvernig við viljum hafa hann. Viljum við hafa hann og láta skila miklum afgangi eða miklum halla. Þú getur alveg leikandi skilað afgangi ef þú sker niður þjónustu. Já. Það er ekkit vandamál. Það bara segir upp fólki og þú getur lagt niður störf. Þú getur bara ákveðið að hætta að veita einhverja þjónustu. Ég hef ekki heyrt neitt í borginni biðjum minni þjónustu. Þú er ekki heyrt það og ég er bara farið út allt farið og íbúafundi í hverju einasta hverfi og það er enginn sem biður minni þjónustu það er enginn sem biður okkur að móka minni snjó það er enginn sem biður okkur að hirða sjaldnar ruslið eða draga úr þjónustu við börnin í skólunum eða fara sjaldnar með mat til eldra fólks eða hjálpa þeim með þrifin eða þetta kröfurnar eru mjög miklar og langflestir sem að vinna hjá borginni er í beinni snertingu við íbúa með einhverjum hætti. Þú veist, bara pælið aðeins í því. Á hverjum einasta degi þá eru starfsmenn borgarinnar sem setja lykil í skrá og opna einhverja byggingu og kveikja ljósin og þetta eru sko 100 starfsstaða og það eru 1000 sem að streyma inn í þessi hús og við erum að þjónustöðu og við erum að hitta þau og við erum að tala við þetta fólk, tala við borgarbúa, leiða þau á leikskólunum og skrifa upp á töflu með penna í grunnskólunum, veita föllum aðstöðu gegnum daginn. Þetta eru vinnandi hendur og þetta er stóri fjöldin. En er ekki... Og ég veit alveg, að stundum er sagt jú, við erum að segja upp og hagræða og eitthvað svona. En þá verðum við að hafa augun á því, hvað er sveitarfélag að gera? Hvað er það að gera? Það er í grunninn bara þjónustu stofnun. Og ef menn vilja fara í miklar uppsagnir eða hagræðingu, þá er það alltaf möguleiki líka að gera það og það er það sem við höfum verið að gera hingað til og erum áfram að gera á næstu misserum. Það er að horfa inn í kerfið, getum við gert stjórnkerfisbreytingar og horft á miðlægu störfin sem eru í stjórnunarstöðum eða svona milli stjórnendarlæginu. Þar er alveg sannarlega, höfum við verið að fara inn í með hagræðingatillögurnar okkar, sameinað 2 svið og farið í svona breytingar sko og ég útiloka alls ekki að við gerum meira af því og þar eru alveg fjármunir sem hægt er að sækja en gera það vel en aðalatrið er það að slíkar breytingar verði ekki til þess að fólk upplifi það að það sé að fá verri þjónustu á hálfu borgarinnar. Þannig að þetta er svona við gleymum kannski bara stundum að segja frá því hvað þjónustan er umfangsmikil. En að tölum bara þessum börnin núna sem að mikil umræðum eftir þetta voðaverk á menningarnótt og það er bara drengur í einhverjum vanda ég veit ekki hvaða vanda hann glímdi við en hann líður greinilega illa og hann fremur voðaverk á hverju vorum við ekki búin að grípa hann skilurðu við erum með 200 starfsmanna í að sinna börnum út allt kerfi 100 og við erum að fara heim til fólks og segja, nú er hann Siggi ekki mætt í skólan hvað er á segið hér og þetta er ekki eitthvað tölvupóstur það er farið heim til viðkomandi rætt við foreldrana við erum í svo mikill beinni snertingu við fjölskyldunir í borginni og þetta er svona að vita voðalega fáir af því og
heimilislausir eða einmanna eldra fólk og þið veitir, þetta eru tímar, þetta eru vinnustundir sem fara í það að halda fólki bara hamingjusömu, í virkni og gera það verkum að við missum ekki bara tökin sem samfélag. Þannig að þú veist, þetta eru ótrúlega mikilvæg og verðmætt handtök og við upplifum það þegar við stöndum frammi fyrir svona harmleik að spyrja okkur hvað getum við gert betur og sannlega getum við öll gert betur, sveitarfélög, ríki, skólarnir, þú veist, foreldrafélögin, meiri samtökamátt í alls konar málum en ég er fegin að hafa ekki staðið fyrir því að skera niður þjónustu við börn, skiljurðu, að vera ekki, þú veist, við erum með ótrúlega mörg verkefni út allt kerfi að það sem við erum að reyna einmitt að grípa þessa krakka en þetta kostar allt penning og ég er alveg til í að borga reka borgina með halla ef að við komum í veg fyrir svona mál. Þið veitir, þetta er bara hagsmunamati, sko. En er þetta ekki frekar, sko, og við erum ekkert saklausir af því, við höfum gert grína þessari aðhaldsgerð hjá okkur að það sem okkur fannst túlkunum vera þannig að þið ætluðu núna að fara að hætta að ráða fólk á óþörfu sem mér fannst skemmtilega aðhaldsgerð en sko, er ekki frekar af því ég held að eins og þú varst að tala um á hana, það er alveg sama hvert þú ferð, það er enginn segir, ég væri til í minni þjónustu en er það ekki kannski frekar þetta skrifstofustjóri yfir skrifstofu og aðstofaskrifstofustjóri verkefnisstjóri framtíðar eitthvað, ég held að sé frekar þar sem fólk sé að horfa því að skera frekar en að við viljum skera niður leikskólum og svo framvegis ég er algjörlega sammála og líður mannréttindastofa eða hvað sem þetta heitir allt saman sko. Ég er alveg sammálaður í þessu og ég meina þetta er það sem við erum að gera, við erum með augun þarna Klart sko skuldabréf útboðið það var líka verið rétt við þetta já, það var auðvitað ópilett var þetta kom þetta flatt upp á okkur? Sko við erum með skuldabréfa útboðsáætlun og til að fjármagna lántöku upp á 22 milljarða á þessu ári og förum í reglulega í útboð og erum eins og með svona lántöku áætlun og skuldabréfa útgáfa áætlun og og hún er útboðin við erum með nokkra skuldabréfa flokka og svo ræðist áhuginn og álagið á þessum skuldabréfum af markaðsaðstæðum hverju sinni mikið af bréfum á markaði þá bjóða menn bara hátt og eru vextir háir og þeir hafa verið það þannig að kjörin sem við höfum fengið núna á skuldabréfunum okkar eru bara í engu samræmi við áhættuna sem að felst í því að lána Reykjavíkurborg. Reykjavíkurborg hefur aldrei farið á hausinn. Við höfum Orkuveituna sem er með 65% eiginfjárhlutfall, við höfum þetta er 1000 milljarðar sko. Við erum bara með tekjustrauma sem eru útsvar og fasteignagjöld og við getum alltaf borgað á okkar skuldum. Var þetta ekki þess að blauð tuska svolítið frá fjárfestum? Já, ég meina undanfarin kjör og undanfarin útboð hafa verið ég hef bara verið ósátt við kjörin. Þess vegna förum við til Þróunabanka Evrópuráðsins sækjum 15 milljarða þar á betri kjörum en líka til þess að segja við skuldabréfamarkaðinn við þurfum ekki alveg svona mikið á okkur að halda. Við bara þinnum okkar hlut. Og síðan feldum við niður útboð núna í sumar af því að almennt þáttakan lélega á sumrin og við sáum ekki ástæðu til þess af því að við erum bara fjármögnuð ágætlega og fórum síðan út með núna nýjan flokk síðustu viku og það lækkaði álagið þriðjung cirka. Já, það munar heldur betur en það. Ég lít svo á að við séum á hárréttri leið og erum ég meina, það er galið að borgin sé með meira álag, það sé talið af hálfu markaðsaðila meiri áhætta í því að lána Reykjavíkurborg. Þetta Æsland sem defaultar á 10 ára fresti. Og Orkuveitan sem við eigum og erum lánveitandi til þrautavara sé með betri kjörum við. Við erum bara búin að vera ég finn samt sko að skipið að snúast. Því að fólk sko séð hvernig við erum að taka á fjármálunum og ég bara, ég hef verið mjög leiðilegur upp í ráðhúsi sko
og það er ekki gaman, en það er bara, við verðum að vera dálítið ábyrg og við erum að kollvarpa því alveg hvernig við gerum fjárhagsáætlun og við höfum ræðu við markaðsaðila, ég held fjárfesta kynningar til þess að kynna uppgjörun okkar og ég finn það að markaðurinn að fá meiri trú á því að við séum hann á árangri hallin lækkar skuldaviðmiðin okkar í afhlutanum á fínum stað, veltufér frá rekstri bara á frábærum stað núna það var neikvætt í upphæðu kjörtímabils þegar við vorum þá í raun og veru að áttu ekkert eftir og þegar við vorum búin að borga lán og laun og vorum að fjármagna reksturinn á lánum þetta bara gengur ekki þannig að núna það komið upp í einhver 7-8% en við erum ekki fyrir vind en ég held að bara tónninn úr borginni við erum bara af ábyrgum hætti að ráðast í aðgerðir sem eru þungar og erfiðar og þær að skila árangri þannig að ég bara vonast til þess að við fáum betri kjör í næstu útboðum og stóla á það Ákall mun borgin skila afgangi þegar allt árið 2024 verður tekið út? Ég ætla rétt að vona það þetta náttúrulega brothætt að því leiti að tekju áætlunin okkar hún byggir á sölu eigna hluta ég hef ekki verið þannig stjórnmálamaður að ég vilji vera að reisa mér minnisvarða, ég meiri í því að selja þá og eins og Perluna og hún á sölu og það 3,5 milljarður sem settur á hana og ef hún selst ekki þá er það gat í tekjuáætluninni þannig að þetta eru stóra stærðir sem geta sveiflast til byggingaréttargjöldin eru líka aðeins undir og það svona óvissa því að það hægst svo mikið á byggingamarkaðnum vegna vaxtastigsins Ásgeir Jónsson seðlabankastjóri sem ég nú samúð með hann fyrst hendir hann bara olíubrúsanum á fasteignamarkaðinn og allir fara og lækka vexti niður í 0 og keyrir allt í botn og svo bara fljótandi köfnunarefni á markaðinn og fristir hann og þessar sveiflur eru náttúrulega alveg skelfilegar, ekki bara fyrir sveitafélagið eins og Reykjavík sem að þarf á einhvern fyrirsjáanleika að halda heldur bara íbúan í landinu þetta gengur ekki Nei. En ég samt samúð með honum, hann að reyna á tökum hann erfið stöðu önnur kannski pínu hörð en verðmatsbreytingin á eignum félög það mögulega bókhaldsbrella par excellence jafnvel í ljósi þess að það verður ólíklegt að þessar eignir verður seldar Já, ég bara ekkert fengið að njóta þeirra Nei Því að þetta var á síðasta kjörtímabili þá var bara reikningurinn upp 20 milljarða eða eitthvað og bara skekkt í stöðuna en á þessu kjörtímabili hefur þetta ekki verið til staðar það er bara verið maður ekki hvað 1,5 eða eitthvað þú veist, sem er bara eðlilegt og þannig að við höfum ekki notið þeirrar bókhaldsbrellu en málið er bara það að það hefur verið náttúrulega mikil umræða þetta áður fyrr og svo var bara farið í það að kanna þetta alveg samkvæmt bókinni og það var farið með það upp í ráðuneytið, innviðaráðuneytið það bara gaf út úrskurð það að þetta væri eðlileg skil á þessum reikningum og eðlilegt að meta eignina með þessum hætti og ég meina þessi mál náttúrulega bara í höndunum á endurskoðendum og ekki eitthvað sem að borgarstjóri segir skrúum upp virðið, þú veist, þetta virkar ekki þannig en þannig að þú veist, það er bara búið að útkljá það núna er það ekki til hagsbóta fyrir borgina og þá er það bara úr sögun það álitamál það eru alls konar stærðir sem við höfum ekki stjórn á eins og bara álafleiðan sem hefur áhrif á afkomu orkuveitunar það er bara stærðir út í heimi sem að stjórna álverði og það hefur bara áhrif á afkomu orkuveitunar sem hefur áhrif á arkareislur og skuldirnar og allt þetta þannig að þetta eru stærðir sem við höfum ekki hugmyndum en það getur bara komið 3-4 milljarðar hér og þar og í lok árs og allar aðgerðir það sem er að spara 10, 20 og 50 milljónir það er bara að verða engu þannig að þetta er svona þú veist
Þú ert alltaf þessu Ásgeir Jónsson, þú ert erfri stöður líka. Þetta snúið, Já. En það bara allt í lagi. Já, það beauty of the game. Það snýst þjónustu á endanum. Já, takk. Hvernig líður fólkinu? Já. Og ég held að því líði upp til hópa bara ágætlega. Já, þú byrjar ekki. Já. Ég held það líka, sko. Já. Ertu hamingjusamlegur? Já, ég hef það bara mjög gott. Hvað er bara bestið ekki fyrir það? Hvar býrðu? Ég má ég spyrja? Já, sjálfsögum að ég bý hérna á Bergstaðastrætinu. Já. Það er endar orðið helviti flókið að keyra til þín. Og kann mjög vel við mig þar. Já. Stundum er þetta að fá stæði og ég væri til í fleiri íbúðakort en við ræðum það kannski bara Já, tökum sér þáttum það. Strúktumenn, þeir eru alltaf eitthvað að brasa, strákar. Þeir eru núna, ég rakst á bíl í gær frá Strúktur, stundfullur af eileiningum, byrtugluggum. Var einingahús á hana bíla með það? Já, gott ef ekki, svona ég sá það ekki. Já, ég veit til þess að þeir eru að hendi í 3 hús núna fyrir vestan. Já, þeir gera allt. Sko. Og Víðurland, það er bara spurningum að hafa samband við þessa herramenn og þeir greiða því hús. Og ég held ég geti garantera það ekki hafa samt, ekki í fyrir með allir áfyrir að þannig ég garantera að ég raun og veru ekki en þeir veit að það er húsa á kostakjörum. Já. Sko við förum í skal ég segja ykkur gagnrýni á störu meirihlutans í Reykjavík sko, hvernig er að fá stanslausa gagnrýni frá sjálfstæðisflokknum í borginni og svo eru núna meira að segja sjálfstæðismenn í landsmálunum byrjar að, já ég hef ekki bara segja hraun yfir ykkur sjáum að þeir hendi ykkur algjörlega undir rútuna að það sé ykkur að kenna hvað fastegna verður hátt og lóðurskortur og svo framvegis samt er nú ekki verið en það þeir gátt unni með ykkur öll þessi ári í landspólitíkinni þannig að hefur sjálfstæðisflokkurinn eitthvað til síns máls í þessari gagnrýni á okkur eða er þetta gefur lítið fyrir þetta? Hvað sagði Oscar Wilde? There's only one thing worse than being talked about and that's not being talked about. Ég veit ekki, eitthvað verður menn að hafa fyrir stafni, sko. Ég óttast ekkert gagnrýni. Ég bara tek henni almennt, bara held ég ágætlega. En ég verð að viðurkenna, ég kemur alltaf aldrei óvart hvað, sko, það er eitt, sjálfstæðismenn eru eitt og svo er sjálfstæðismenn í Reykjavík annað. Og svo er svona einhver ákveðin hópur í þingflokki sjálfstæðismanna sem er meira á sjálfstæðisflokkslínunni eins og þeir eru í Reykjavík. Ég held að þú sitt mættur okkar píluspjaldan í Valhöll, sko. Já, og ég meina, þú veist, gott og vel, sko. Ég bara, þau eru í einhverju tilvistakreppu, þessi flokkur. Og það er ekki gott, sko. Það er bara mikilvægt að borgarlegir flokkar séu stöðugir. Þó maður sé ekki endilega sammálaði. Nei. Og þannig að sjálfstæðisflokkurinn í Reykjavík hefur komið með dálítið óvart að hvað hann gengur langt í svona ég veit ekki ég segi finnst þér stundum við populism? Segðu okkur nákvæmlega ég bara þessi pólitík, ég er ekki uppalinn í stjórnmálaflokki. Nei. Jú, ég var hérna eitthvað 2 ár í sjálfstæðisflokknum eða eitthvað sem skráður. Svo er ég bara í fjölmiðlum. Svo stíg ég inn á þetta svið og þetta er allt saman bara fólk á hold og blóði sem að maður situr bara við sama borð og það er bara fínu fundir almennt séð lokaðir. Svo fer maður út og opnar mokkan og sér bara sama fólk hrauna og halda fram einhverju sem er algjörstu rugl og ég veit að það veit að það er rugl. Já, meinar. Og ég tengi svo lítið við þessa pólitík. Ég bara, í alvöru, kannski á maður ekki að vera einhvern veginn að afhjúpa sig svona, að segja bara að ég tengi ekki við klækjabröðin eða eitthvað, en ég tengi ekki við þetta. Og þessi gagnrýni, maður getur pirrað sig á henni. En ég hef verið í borgarstjórnarsalnum og átt í samræðu við sjálfstæðismenn, til dæmis samgöngusáttmálann. Það sem að þau klofnuðu nú bara í frumeindir í bara síðustu viku og þá bara einhver svona einhver kjarnaklúfur og ég þú veist, Kjartan Magnússon kemur upp og segir við verðum að fá forgangsakreinar fyrir strætó og svo verður að flýta stoppi og uppbyggingum og svo þarf ljósastýringu og og hjólastíga og maður segir já, heyrðu, sko, samgöngusáttmálinn
hann sem sagt risastórt plan það að gera forgangsakreina fyrir strætó, uppbyggingu stoppvega, ljósastýringu og hjólastíga. Erum við ekki í grunninn sammála? Já. Það bara nei og ég er ósammála þessu og bara af hverju? Þetta gengur alltaf hægt. Ok, sem sagt þú ert ósammálaði, þú ert óánægður með að þetta gangi á hægt. Já. En ert samt sammála öllum aðgerðunum, ég er líka ósáttur við að þetta gangi á hægt. Allir eru það. Við viljum fá þetta strax. Það er bara sumt ekki alveg einfalt. Þannig að þú veist, þau flytja ræðuna hvert að fætur öðru, aftur og aftur, fyrir öllu því sem verið er að gera með samgöngusáttmálanum, en greiða samt atkvæði gegn honum. Já, sumir voru með ekki. Jú, og svo gerðist það einhvern veginn að Sandra sem er varapókarafulltrúi og greiddi atkvæði með og við flytti bara málefnalega og fína ræðu það að hvers vegna. Og svo var Friðjón sem var nú svona dálítið fyndinn oft sko, og hann ákvað að halla sér aftur og greið ekki atkvæði sko, hann satt hjá, en við vitum alveg að þetta styður hann þetta. Já. Hildur Björnsdóttir, hún var ekki á fundinum, var í fjölskylduferð með móður sinni og hann til amali og ég bara, og ekkert athugavert við það og bara óska mömmuna til hamingju með amalið og en hún lýsti því yfir síðan þegar hún var spurð að hún hefði ekki gengi gegn þessum sáttmála, hún hefði stuttan. En eftir stóð að meiri hluti sjálfstæðismanna í hópnum Hvað gerir minn maður Helgi Ás? Hann er skákari sko? Helgi Ás var ekki þarna. Nei, hann var alltaf að keppa Ólympíumótinu. Já, afreksmaður. En meiri hlutin í borgarstjórnarhópnum, í sjálfstæðismönnum, greiðir atkvæði gegn þessu, í samt í grunninn alveg sammála eitthvað, en eru bara ósátt við að þetta gangi ekki nóg hratt og vilja gera eitthvað aðeins öðruvísi hér og öðruvísi þar. En kannski ósátt við þetta sé lagt fram af Framsókn? Já, ég meina, sorry, en sko, hverjir eru allan hringi við borðið? Það eru sjálfstæðisbæjarstjórar í Garðabæ, Hafnarfirði, Kópavogi, Seltjarnarnesi og pólitískur í Mosfellsbæ, og svo er það formaður Sjálfstæðisflokksins, Bjarni Benediktsson, sem að samþykkti þetta, og hann samþykkti þetta líka sem fjármálaráðherra. Þannig að ef við höfum að fara í ykkur hausatalningar, þá er sjálfstæðismenn allt við borðið. og þeir eru, og svo eru sjálfstæðismennir í borginni, einhvern veginn svona hrópandinn í eyðimörkinni, ógeðslega fúlir og mótið þessu öllu og segja að við séum bara að eyðileggja Reykjavík. Þú veist, mér finnst þetta hörð gagnrýni á samflokksmenni þeirra í sveitafélögunum og forystu flokksins. Ég meina, af hverju geta ekki bara sagt, ok? Hint þessu? Já, ég meina þau eru sammála þessu. Já, fyrir utan það. Af hverju er þetta leikrit? Ég held að almenningur úti, og ég meina sjálfstæðismenn sem ég tala við, segja bara, ég skil ekkert í þeim. Má ég þá spyrja Þannig ég tek þetta ekki inn á mig, ég bara skil þetta ekki. Þú veist, það skiptir bara engu máli. Nei, sko, því ég var að undirbúa mér þáttinn. Sko, sjálfstæðisflokkun hefur komið með alls konar frumvörp til ykkar og svo framvegis og þið hafa ekki verið að samþykkja þau, hafa þið bara ekki verið nægilega góð eða er það sama pólitík þar? Það er bara fyrir all gangur á því, það fer alveg eftir málinu sko. Við tókum til dæmis tillögu frá Sjálfstæðisflokknum forgangsakreinar, af því við vitum að borgarlínan tekur aðeins lengri tíma og og þannig að forgangsakreinar á einhverjum lykilstöðum til þess að greiða fyrir strætó. Já. Þannig að hann sigli fram hjá umferðinni á mótana og síðdegis og við segjum bara skoðum það, við getum, ef það er eitthvað quick fix hér og þar, bara búa til eitthvað smá útskot fram hjá 200-300 metra, 500 metra, eitthvað kilometra eða lagar, þá gerum við það við erum alveg bara auðvitað loku ekkert á góður hugmyndir. Nei. Og þú veist, þannig að það fer alltaf eftir eðli máls, stundum við bara verið að setja eitthvað fram bara til þess að láta okkur hafna því og þú veist, þessi pólitík ég bara halla með daldið aftur og það á ekki að vera sama hvaðan gott kemur. Jú, í grunninn það er allavega mín pólitík. Það á að vera sama, sorry. Það á að vera sama, já. Ég meinti sko að það er hugsunarháttin hjá Sjálfstæðisflokknum sko. Nei, en þú veist, svo finnst mér einhvern veginn daldið leiðilegt og að vera að tala einhvern veginn vandræðagang annarra. Ég veit ég er í pólitík og auðvitað því að vera grjótharður að rakka niður þá sem að haga sér óskynsamlega að mínum mati.
en þetta líka bara gott fólk sko. Já. Og þau eru í pólitík að því þau raunverulega vilja láta gott að sér leiða og Kjartan oft bara með mjög góðar hugmyndir og þú veist, og ég vil ekki tala hann niður hérna. Nei. En bara að því ég átti þessa samræði við hann í borgarstjórn, en ég tók eins og eftir því að Alda sem er er þarna í öðru sæti, hún var að gagnrýna Söndru Ókari sem er þarna varaborgarfulltrúi fyrir að hafa greitt atkvæði svona og sagði að þetta er nú bara varaborgarfulltrúi. Já. Það sýnir að það er svo mikil ósamstaða og einhvern veginn íllindið þannig á milli og það er voðalega vont og þegar það reyfiðast bara eins upp fyrir mér í þessu samgöngusáttmála máli að þegar ég var að reyna að mynda meirihluta eftir kosningar og leitaði til sjálfstæðismannana og Hildar og fór svo til hinna og þau sagði við getum ekkert unnið með þeim, við vitum ekki fyrir hvað þau standa í grundvallar atriðum og þau verða alltaf að rífast sín á milli og það er bara komið á daginn. Veist, ef að samgöngusáttmálinn sem er bara eitt stærsta málið á þessu kjörtímabili að ákveða hvað, þú veist, að ganga til samninga við ríkið að þeir leggja til hérna 87,5% af 311 milljörðum að hérna ótrúlega mikilvægar samgöngu innviða fjárfestingar við náum ekki saman þetta það er rosalegt. Þetta er svona mál sem að sprengir meirihluta. Ef að ég hefði verið í samstarfi við Sjálfstæðisflokkin og þeir hefðu hafnað því að ganga til þessara samninga þrátt fyrir að Garðabær, Kópavogur, Hafnarfjörður, Mosfellsbær og Garðabær hefðu sagt já, þau hefðu staðið við það sem að þau segjast standa við í dag og sagt nei, ég hefði þurft að sprengja þann meirihluta. Bara ganga úr honum og mynda meirihluta með öðrum. Orðum og atkvæðinu fylgir ábyrgð. Og ég skil ekki með hverjum ætlar þessi flokkur að vinna á næsta kjörtímabili. Þegar þetta plan er allt farið á flegi ferð og ætla þau að segja sig frá málinu. Ég bara í alvöru, menn verða að sýna ykkur ábyrgð. Já, talandi tilvísakreppi, hann er bara eiginlega óstarfhæfur á þessu staðar í dag. Já, þú góðst Birgir. Ég meina, við heyri ekki annað. Já. Takk. Gótt að gestur það. Jú, samanlega. Já. Hérna, sko, fyrst við erum komin í samgöngumálin. Það var náttúrulega, sko, ef við byrjum borgarlínunni, ertu samfærður að borgarlínan sé það sem þjóðin vill? Hvað þjóðin vill? Og þarf. Já, sko. Og þarf, já. Ég held að bara, þú veist, þetta hefur verið greint rosa ítarlega hvernig er besta leiðin til þess að draga úr umferðartöfum, hvernig er besta leiðin til þess að bæta samgöngur almennt og flæði umferðar með tilliti til þess að okkur er að fjölga, við erum að vaksa 2,9% á ári núna og þú veist, bara frá 2019 hafa bæst við 68 bílar á viku. Shit, já. Við umferðina. 68 bílar á viku frá því 2019 og þetta mun bara halda áfram og svo ferðamönnir 2 milljónir í dag eftir 10 ár, 3 ár eða 5 ár 3 milljónir og helmingur þeirra á bílaleigubílum. Þú veist, við getum alveg 1 tímanum í það að rífast það hvort við höfum að gera eina forgangsakrein skilur við til að laga strætó á einhverjum álagstímum en hver er framtíðarsýnin? Ef við byggjum ekki upp alvöru almenningssamgöngur sem að til dæmis ferðamennir geta notað og eru þannig að það er bara 7 mínútna fresti þá er strætó fyrir framan hjá þér og þú ert eins og leiðakerfið gengur út á núna að 2040 þegar það er alveg komið tilbúið og krossum fingur að það verði 2040 þá eru 70% borgarbúa eða semst íbúa á höfuðborgarsvæðinu segi ég innan við 300 metra frá strætóstoppustöð þannig að þú ert nálægt. En verður borgarlína og strætó? Já, ok. En verður fólk þá líklega til að taka strætó en þeir í dag? Ég held að þegar þú ert komið með 7 mínútna tíðni á aðalleiðunum og 10 mínútna tíðni á öllum hinum að þá ertu ekki í einhverju appi sem enginn skilur,
þú veist, og að bíða, fara út og vita ekki alveg hvort hann kemur og þú veist að bíða 20 mínútur og þau missir á hann og það var ólangt skilur og bara þessi áreiðanleiki í þjónustunni, ef þú bætir þjónustuna þá mun fólk koma, það er mín trú. Ef þið þekkið þetta þegar þið farið til útlanda og notið almenningssamgöngur að þú lappar á einhverja stöð og þú bara sérð á einhverju skilti, einhver stafræn klukka, bara næst í strætó kemur eftir 3 mínútur og bara niðurtalning, að þá býður þú notar þetta. Þetta er ekkert flókið, við notum þetta allstaðar út í heimi, Íslendingar sko. Og þannig að ef við hækkum þjónustustigið, styrkjum leiðanetið betur út í hverfin, tengjum það betur við hraðvagnana sem er borgarlína, siglum framhjá umferðinni á álagstímum, að þá verður það betri kostur að fara með strætó á álagstímanum og ef við gerum þetta vel, þá er ég alveg viss um það að þetta mun draga úr umferðartöfum og í það minnsta draga úr aukningunni á umferðartöfum að því að við erum bara alltaf að fjölga bílum. Nú er ég bara útkverfa pabbi með flókna fjölskyldu, það er að segja ég á 2 dætur úr fyrra hjónabandi sem búa í Garðabæ og þær eru í frístundum hér og þar og í skólum bæði Garðabæ og svo niður í bæ og svo er ég með 1 lítinn 2 ára og þú veist og maður er bara alltaf í skuttli og þetta er ógeðslega flókið og það er, ég skal bara hreinskilin, það verið útiloka fyrir mig að sinna öllum mínum erindum í strætó á þessu tímabili í mínu lífi og þannig eru 20.000 fjölskylda. En getur það með nýja fyrirkomuleginu? Hugsanlega en ekkert endilega. Við getum kannski sleppti að vera með 2 bíla og vera með 1 bíl. Og ég er bara hreinskilin að því ég er bara einn af íbúanum og ég skil þessar aðstæður. Það á tilteknum tímabilum í lífi fólks þá er útilokað að gera þetta alltaf strætónum og búir mjög nálægt vinnunni, sitt með leikskóla eða grunnskóla og alla þjónustu nálægtir, þá gengur þetta betur. Og þá er kannski hægt að vera alveg bílaus. Og svo eru aðri sem bara vinna þannig vinnu og eru með meiri tíma og eitthvað og geta eitt meiri tíma í strætó og þá er það bara fínt en þjónustustigið verður að vera í lagi og áreiðanleiki. Það gengur ekki að strætóvöldin sé að bila því það er ekki ráðist í endurnýjun. Það gengur ekki að þeir séu allt og seinir eða troðfullir eins og við heyrum á þegar ásinn er að fara á milli. Þannig að þetta er bara, við verðum að bæta þetta og þannig að það er borgarlína það sem fólk vill. Ég held að við verðum bara að sjá það þegar það kemur. Hjólastígarnir eru kannski eitt dæmi. Hlegið að því þegar fyrst var að farið í fjárfestingum það setja milljarði í hjólastíga. En fyrir mörgum árum. En þetta er svona kannski mantran build it and they will come. Já. Að því að hjólreiðar hafa aukist bara 20% ár frá ári. Og allt í einu er þetta bara orðin aðal samgöngumáti mjög margra og svo koma rafmagnshjólin, styðja við þessa þróun, hoppjólin og fólk bara elskar þetta. Þetta er bara jóga á mótnana að geta hjólað í vinnuna eða skólan. Þetta er ágætis punktur að því að maður hafði ímyndað sér bara dönsku hjólastíðana og allir á borgarhjólunum sínu ferskir en svo sjáum bara tekníkur, þróun og aðlugun sem maður kannski sjá ekki endilega fyrir og þú ert komið talsverð umferð á þessa stíga allan á þessum syng sem maður kannski ekki alveg viðbúið en mér langar samt að spyrja að þú nefnir erlendar fyrirmyndir þegar kemur að almenningssamgöngum af því að nú er ég kannski ekki búin að ferðast til allt og margar staða á minni ungu ævi en ég horf kannski til London þar sem að hefur verið reynt að útrýma einkabílnum og þar notaru almenningssamgöngur þá eru þeir náttúrulega með lest sem við erum ekki með en við erum kannski með borg sem hefur frá upphafi reitt sig á einkabílinn og það er kannski frekar bara í borgarstjóratíð dags núna sem að við höfum talað þéttingu byggðar, það hefur verið að fækka götum og auka við hjólreiðastíga sem að notabenni ég stið eindrið það er að segja hjólreiðastígana en ég spyr mig samt hvort að borgarlínan sé ekki bara svar við ákveðin stefnu sem var tekin sem sagt bara að útrýma einkabílum sem að mögulega ef að þú værir alráður væri augljóst að fækka götum og útrýma einkabílum í þeirri litlu borg sem að Reykjavík sem að hefur verið byggð á löngum tíma upp sem
engabílsborg ef svo mætti árið komast. Sko, það er náttúrulega enginn að tala að útrýma einu. Aðföra engabílum. Það mjög dramatískt. Ég mjög dramatískur. En ég fíla það. Ég bara... Þú heyrti þetta á þér. Kottu með þetta. Sko, fyrir mér þetta bara verkfræðileg stúdía og ekkert pólitísk. Sko. Nei. Það er pólitískt að vilja leysa vandan og forgangsraða fjármunum í að leysa einhvern vanda staðan fyrir bara að halla sér aftur og gera ekki neitt. Það er pólitísk ábyrgð að ráðast í aðgerðir til þess að leysa eitthvað tiltekið vandamál. Það er pólitík. Síðan, hvernig gerur það? Og jú, það er kannski á endanum pólitísk ákvörðun hversu langt þú gerir það. Ef þú vilt útrýma einhverju, þá er það pólitík. Af því að þá ertu að ganga á hagsmuni fólks sem að vill nota eitthvað. Það er forsjárhyggja. En aðferðin við það að ná sem bestu flæði á þessu takmarkaða svæði sem við höfum íbúðabyggð á höfuðborgarsvæðinu, þú bara mælir það, þú bara ert bara með hverfin, þú telur íbúana og þú ert með telur fjölda bíla sem að fara eftir þessari götu og mælir tafirnar og getur lagt mat á þetta fjárhagslegt mat, hvað kostar það tafirnar og eitthvað svona og svo ferðu í þetta og þú sér líka hvað þú getur komið mörgum í gegnum almenningssamgöngur og hvaða mislægu gattamót þú ert að gera til þess að greiða úr í staðin fyrir ljósin og allt þetta. Þetta er bara verkfræði, þetta er bara umferðarverkfræði og það er ekkit voðalega pólitískt álitaefni en þannig að þetta er þessi verkfræðilega vinna. Það er grundvöllurinn að þessari forgangsröðun. En það eru 43% í borgarlínu og 43% í stofnvegi. Jú, kannski smá pólitík í því að það sé akkurat jafna tölur. Það er kannski skilaboð til almennings og þessara ólíku flokka það að það er jafnvægi í fjárfestingunni. Við erum ekki einmitt ef þetta væri 70% borgarlína og 20% stoppvegir og 10% í hjólastíga og eitthvað, þá væri það kannski svona meira fengi vond viðbröð af því að það er margir sem nota bílana og vilja gera það. Það er bara jafnvægi í sáttmálanum. Við sjáum að samgöngu sáttmálar til dæmis í Oslo og öðrum borgum, þeir hafa verið að fara úr því að vera ekki 43% eða jafnvægi í gráu framkvæmdunum og grænu framkvæmdunum ef við sendum alveg samgöngunar í græna flokkin og bílana í gráa þá hefur hlutfallið að vera að þróast í þess átt að grænu framkvæmdunar eru þyngri og meiri áhersla á þær þannig að það er ákveðin pólitík en svo er þetta svona sem sagt félags það er gerð sko ábatamat á sáttmálanum og það tekur inn alls konar önnur áhrif eins og lýðheilsu áhrif og fleira ferðatíman náttúrulega og þetta og hann kostar 311 samkvæmt þessari áætlun núna en samfélagslegur ábati er 1140 milljarðar. Það tekur allt saman. Já. Bara hjólastígarnir hvað var það? Var það ekki 40 milljarðar minni mig að fjölga eða lengja hjólastígarna úr 20 kilometrum í 80 kilometra til viðbótar eru ykkur 40 milljarðar á tímabilinu. Bara það að hærra hlutfall noti almenningssamgöngur og gangi að heiman frá sér út á strætóstoppstöð. Ég minnir að það hafi verið 8 milljarðar. Já, einmitt. Þú veist, ég kannski fyrir ránt með tölunar, ég man það ekki alveg. En þú veist, bara þetta samhengi að vera með virka borg, virka ferðamáta, að fólk noti hjólin, labbi aðeins meira, stuðlar að, þú veist, með auknu heilbrigði og allt þetta. Þannig að ef við ætlum að meta svona árangur á svona aðgerðum, þá er fínt að taka þetta dálítið vítt og vera með breiða linsu á það. En fyrir mér snýst þetta líka bara ótrúlega mikið um það, hvernig leysum við úr umferðartöfum, gerum það verkum að við getum fjölgað íbúðum, byggt meira húsnæði og komið fólki hratt og örugglega milli borgarhluta eða sveitarfélaga og þannig að fólk vilji á endanum búa af því að fólk sem að sækir sér menntun
ákveður að hérna fara og vinna ykkur staðar, festa sig, kaupa eitthvað, kaupa hús eða íbúð, leigja, það hérna getur valið að flytja til útlanda. Já. Og lífsgæði, það er bara ákveðin lífsgæði að geta komist hratt og örugglega á milli. Það er lífsgæði að geta hjólað í vinnuna. Já, klárt. Lífsgæði að geta tekið lest eða strætó sem fungerar og fólk elskar það. Þannig að hérna samkeppnishæfni Reykjavíkur og höfuðborgarsvæðisins, hún veltur á því að fólk sem hefur valmöguleika og að flytja eitthvað annað, að það velja að búa í Reykjavík. Það er svona styð ég það að við leysum þetta mál. Já. Þannig er það. Já. Mic drop. Já, algjörlega. Mic drop, Birkir segiru. Já. Á fyrir hausinn og flugum að hugsa MG drop. Já, MG drop, þetta 100% rafmagn. Ertu búin að finna bílleikilinn eða? Nei, hann er ennþá týndur, takk fyrir að spyrja. Það eru skelli hlægandi að gefa okkur þessa bíla, sko. Já, ég er að Ekki búið að passa, keyra á hann? koma ekki fleiri kílómetrar á minn með því að týna mínum, en hérna, þinn, hvernig virkar þinn? Þú ert auðvitað á MG Marvel. Ég er með bílleikilinn þá allavega og hann er bara geðveikur bíl. Kannski segir mér hvað fíla besti aksturinn á hann? Það sem ég fíla best er þessi sjálfstýring, sko. Ef ég er á nálægt einhvern bíl þá stoppar hann sjálfur og ef ég er að fara að taka stefniljósta vinstri og þá sér bíllinn eða hann segir bara að mátti ekki, sko. Þannig að þetta er Já, þarft að vera ansi lélögu bílstjóri til að lenda í bílsleysi, sko. Já, svo er hún líka bara rúmgóður. Þetta er svo gameskip, sko. Já, eða minni með allan, það er svolítið síðan ég hef ekki í mínum. En ég var ekki á... Hann sagðist týndi bíllyklunum fyrir mánuði síðan. Já, takk fyrir þetta, Birkir, að básum að þessu svona. Klessa bílinn, þú ert búin að týna bíllykilum, hvernig gengur þér? Þá er eins sko, ég er tryður hjá TM. Ekki djók. Nei, ekki djók, þeir leggja náttúrulega mikla áherslu á forvarnir í samstæðu fyrirtæki og... Já, þeir vilja ekki að þú lendir í tjóni, bara svo því sem aldrei hafa. Og það sem meira er, stiga þétt við bakið á ólánsömum einstaklingum mér en hver er sinnar einn gæfismiður kannski. Já, nei. Nei, ég var með bara eina, ertu með eitthvað meira? Nei, ég var bara með eina því maður verður að vera smá devils advocate þarna því ég er sammálega öllu sem einar að segja þarna. En hefðu þú geta bara tekið hennan borgarsáttmála með borgarlínun á það, bara rúla honum upp, reyktan, bara fjölkað akreinum, bætt við bílastæði og eitthvað. Eða þú veist, hefðu geta farið bara í full on, bara að því að við erum að tala samt um þess að aðföra einkabílum og það eru þetta þannig, og við vitum það allir, við erum allir á einkabíla, það er erfiðar að keyra núna um Reykjavíkurborg heldur í gamla daga. Klárt mál. Að því sögðu, þá verð ég að rósa Degi, forveraðinum og þér, bara þeim sem hafa verið stjórnvölin. Hann er auðvitað nágranni minn, fyrst vorum að ræða hver ég bý, sko. Þetta er einu húsið frá mér. Já, stórt. Þeir eru bara að grilla og hérna. Það er smá þannig, sko, og fara þessi borgarsáttmála. Já, ég öskar þetta mál, hvað mér finnst. Já, semst að Reykjavík, maður líður stundum eins og maður segir í útlöndum í einhverju geggjari borg núna og maður hugsaði ekkert eitthvað að þú væri næsi að væri ógeðslega mikið að bílum með það sem eins og þetta var í gamla daga en erum við þá ósamálega að þetta sé aðförað einkabílum en þetta er aðförað eða hvað? Sko hvað? Vantar bílastæði? Er það ekki? Hafið komið ofan í bílakjallarann í Hörpu? Það er reyndar eitthvað 7000 stæði þar. Já. Ég held að við mættum auglýsa það meira. Já. Mættum alveg bara að gera það aðgengilegra, þú veist, það eru rosa mörg bílastæði neðanjarðar í miðbænum, ef við tölum um aðföruna niður í miðbæ, að því að við höfum hækkað bílastæðagjöldin, þar að segja að leggja í götunni, það er bara byggt á svona einhver aðferðafræði um það hvernig nýtingin er og svoleiðis. Við viljum að sér hreyfanleiki, þannig að fólk geti mitt fundið stæði og farið í búðina eða Já, ekki bara parkeraðni marga daga bara. Já, og þannig að þú veist, ég veit það ekki alveg. Mér finnst eiginlega oftast heyrast eitthvað aðför þegar við erum að þrengja götur eða hægja á umferð sem er tengist ekki sko flæði umferðar að öðru leiti heldur en þetta er umferðar öryggismál. Já. Og við erum með umferðar öryggisáætlun þar sem við erum bara að greina alltaf reglulega hættulegustu staðina í borginni og förum í aðgerðið til þess að auka öryggi. Og ég fór á leið og ég varð borgarstjóri, þá skipulaði ég fundi út í öllum hverfum borgarinnar og var ekki með neitt glærusjó, ég bara mætti og átti í samtali við borgarana,
spurðu þá hvað elskiði við hverfið ykkar og tekkiði Mentimeter. Nei, það menti.com, það svona forrita sem þú getur sett inn spurningu, fólk skrifar, bara setur inn 3 orð og það sem að flestir setja það verður stæst, þá kemur svona hugmyndaský eða orðaský og þá fengum við svona mynd af því hvað fólk elskar við hverfið sitt og við byrjuðum umræðina þar. Það er oft gott að átt að segja því líður okkur vel hérna og það var bara eitthvað sundlaugin og grænusvæðin og eitthvað rólegt og eitthvað svona eitthvað mynd af hverfinu og svo sagði ég bara takk fyrir þetta, nú tekið þetta með mér upp í Ráðhús og eitthvað sem vil tjá sig og þau fengu bara tjá sig þetta. Ég var ekkert að halda eitthvað að ræði, ég var bara að taka inn hvernig stemmingin í hverfinu, hvað það sem hvaða gæði eru í þessu hverfi sem ég geti hugsanlega yfirfært á eitthvað annað hverfi og upplýsingar bara. Og svo gæti fólk spurt mig, skilurðu. Síðan fórum við í það, hvað þarf að laga? Og þá kaus fólk aftur. Og við fengum bara, það var gangstéttirnar og það er bara allt of mikið hraði í þessari götu og vantar betri lýsingu við þessi gatnamót, við þessi gangbraut og eitthvað svona. Og það var sama, síðan fekk fólk bara að ranta, og en þú veist, þetta voru frábæri fundir og ekkert mikið rant, bara fólk að segja hvað það vil gera til þess að bæta hverfið sitt og hlúa því sem vel er gert. En eitt af því sem kom út úr þessum fundum var bara öryggi barnan okkar og eldra fólks og allra sem er að labba og hjóla og fara hverfið. Og ég áttaði mig mjög fljótlega á því að þetta er líklega eitt af mikilvægastu verkefnum okkar í borginni, sem er bara að tryggja öryggi. Maður pælir ekkert í því þegar maður er fyrir utan, nema þegar maður eignast barn og það allt í einu er að fara að labba í skólan í fyrsta skipti og þá fer maður leiðina og maður hugsar, já, þetta er nú kannski ekki nægilega gott hér. Og maður er áhyggjufullur og maður tekur ákvörðun það að við kannski bara skuttla barninu þangað. Og við tengjum öllu þetta. Þannig að umferðaröryggi er bara algjört lykilatriði og þannig að þegar við höfum verið að ráðast í einhverjum svona umdeildar aðgerðir til eins og Kleppsmýravegi og við Sæbraut, þar var tekin af einhver beygjuakurinn og allir brjálaðir í fyrirtækjunum að það því að þá bara jógst biðtíminn á ljósunum eitthvað 60 sekúndur eða eitthvað svo leiðis, í alvörinu ekki meira. Það var allt vitlaust, það voru kannski svona... Þessar 60 sekúndur líðar enda svo 60 ár, sko. Ég veit það, en það voru, sko, ég man ekki hvað, 20 blaðagreinar og fréttir í útvarpi og sjónvarpi og allt vitlaust. En við gerðum þetta vegna þess að þetta voru gatnamótin sem voru númer 4, minnum mig, á lista yfir hættulegustu gatnamóti í Reykjavík. Og voru 1000 starfsmanna sem að fara til vinnu þarna á hverjum degi og það eru 1000 íbúa, meðal annars börn sem að sækja skóla, það er enda skólaakstur, en sækja frístund og íþróttaæfingar og vini yfir þessi gatnamót, Sæbraut. Og við vildum hafa þau öruggari. Þannig að við tókum þessa ákvörðun og ég er bara ánægð með það. Er það ekki? Jú, af því að þú veist, svo sjáum við bara þú veist, verða hræðileg slys. Það sem bara keyrt á fólk, keyrt á börn. Og ef þú... Ég man eftir Hringbraut líka, þið lækkuðum hraðan þar og sjálfsagt voru brjálægur við en... Það vilja allir lækka hraðan í sínu hverfi. Já. Allir. Einmitt. Það er hvergi andstaða við að lækka hámarkshraðan inn í hverfunum. Af hverju? Því fólk býr þar. Einmitt. En þú veist, það samt kemur einhver svona gagnrýni og jú, það kemur einhver pólitík og svona, en ef þú bara ferð og tala við fólki, sest niður með því, hvað skiptir því máli, það er bara, ég væri til í að fólk myndi og keyra hans hægar hjá mér. Algjörlega. Sko, ég sé það, strákar, að við þetta gæti þurft að tegjast aðeins hjá okkur af því að við getum þurft að stikla eins og stóru. Við langar að taka leikskólamálin. Er ég að tala of lengi? Nei. Það er eiginlega frekar ég, sko. Kannski við reynum að taka hitt næsta aðeins hraðar. Þegar við eigum leikskólamálin, fasteignamarkaðin aðeins og síðan riddarspurningarnar, þar sem að hlustendur fá að senda inn spurningar. En áður en kveðum samgöngumálin, er eitt sem ég langar að ræða aðeins, sko, sem nú reyndar, að þetta er allt stórmál eins og þú sagði við okkur fyrir þáttinn. Þú ert ekkert að taka á málum sem skiptir ekki máli. Þetta er allt risastór mál sem hvíla þungt af fólki. Einmitt. Ég fæ reyndar líka alveg
tölvupósta bílastæði og kantstein ég veistu það, í alvöru ég fekk Ég ætla að senda það næst í alvöru, ég fekk SMS Messenger skilaboð og þetta svo geggjað ég ætla bara með, þið haldið trúnað það kemur bara, sæll Einar mér finnst ég verið að segja þetta, í hádeginu gær sendi ég borginni ábendingu brotin kantstein hér fyrir framan húsið þegar ég kom heim miðjan dag í dag var búið að steypa nýjan mjög ánægilegt að sjá allt virka svona vel ábendingagáttina, miðlunina í kerfinu og framkvæmdina, kveðja frá hamingjusömum útsvarsgreiðandi í alvörinu, ég verði að sýna ykkur þetta sko þetta ég er ekki að ljúga og þetta eru myndirnar brotin kantsteinn daginn eftir og steypan upp shit, þetta er þjónusta þetta var svo mikið ljós ég ætla bara að fara að lesa upp eitthvað ramt fyrir okkur ég er með alveg fullt af því en ég mundi eftir þessu skilabóð þegar ég var að fara að tala randið að ég fæ það alveg og þá vill maður þú veist, akkurat, ég bara var að keyra upp á bílakjallaranum í Ráðhúsinu í síðustu viku og þá kemur einn gæi og bankar á gluggann og segir heyrðu, fyrir ekki að trufla þig en er eitthvað séns að laga ljósaperuna í undirgöngunum í fellahverfinu og ég bara já, það er alveg örugglega hægt sko, þannig að ég sendi post og vonandi búið að laga hana sko. Nú er allir að fara að senda á Einar Messenger sko. Nei, en það er betra sem sagt, pointið með þessu ábendingagáttin, hún virkar það er bara ótrúlega, við erum með fólk á hverfamiðstöðunum sem eru bara, þeir eru þessi gæjar, þetta er aðalega kallar, þeir eru bara fullu alltaf að bregðast við, ljósastöður ég held að fólk bara vita ekki að þessu sko. Þetta er geðveikt sko. Já, bara ábendingagáttin ég fekk sjokk, bara á einum degi, þetta hlýtur að vera til nei, þetta var flott en sko það er gömul sá ný en sko Sundabrautin hún hefur verið til tals í 20-30 ári, ég veit það ekki allavega lengur en ég hef verið til líklega en Sundaþraut, já, akkurat sko ég spyr mig já, ég veit það ég tala að stytta þáttin og svo varpa ég þessar sprengi fram en þú veist, maður sér til dæmis bara Hvalfjarðargöngin bara svo við setjum þetta í eitthvað samhengi sem að ekkert allir voru sammála og menn voru að tala það að menn myndi náttúrulega aldrei fara Hvalfjarðargöngin og borga þessi veggjöld og svo kom bara á daginn að það gerði þannig bara allir og hún borgaði þessi bara upp ég veit ekki, 23 árum eða eitthvað rétt 20 sko byrjum bara því hvað er því til fyrirstu að hefða framkvæmdur á Sundabrautinni? Það er verið að hanna Er það nýtilkomið? Já, ég meina það er alltaf fullu Það er alltaf fullu? Já, það er verið að gera boranir, tilraunaboranir ofan út af brúnni til þess að sjá hvernig undirlagið er. Það er verið að velja hvort að það er verið að göngu eða brú og það er verið að kanna valkosti bara hvernig þetta á að liggja. Það er samráð við íbúa, beggja vegna, sem sett í báðum hverfum og kallað hagaðila ýmsa. Þannig að þetta verkefni er bara á flegi ferð, þetta tekur náttúrulega ógeðslega langan tíma, þetta er bara risa framkvæmd en og skipta skoðanir af því að það bara hvernig tengingarnar eru inn á Sæbrautina og við Laugardalinn sem sagt og það hverfi og síðan inn í Grafarvoginum hvernig tengingarnar verða þar skipta íbúa alveg ótrúlega miklu máli og að því að fólk vill ekki fá einhver risa umferðarmannvirki beint ofan í húsagarðana sína þannig að það þarf að finna eitthvað svona meðalveg á milli þess að vera með umferðarmannvirki sem afkastar miklu magni umferðar þungaflutningunum frá Sundahöfn og þið vitið allar í þessari umferð og síðan hitt sjónarmið að hafa þessi mannvirki þannig að gera það þau sé ekki með miklum hávaða, risa veggjum og þið vitið umfangsmikið. Þannig að þetta er bara viðkvæmt og skiptir máli að velja vel en líka samhliða er þessi fjárhagslega greining á þessum valkostum. Hvað er hagkvæmt og hvað treystir ríkið sér til þess að gera en þetta verður náttúrulega svona PPP, Public-Private Partnership, samvinnuverkefni sem verður fjármögnuð með veggjöldum.
og ég bara lagt að áherslu að það sé framgangur í verkefninu. Ég talaði mikið það fyrir kosningar að ég vildi sjá framgang í Sundabrautarverkefninu á þessu kjörtímabili og við viljum komast á þann stað að velja leiðina og geta haldið áfram með hana og þú veist þannig að það eru umhverfismat og það eru alls konar lögbundnir ferlar í þessu en þetta ég væri til ég sjá skóflustungu á þessu kjörtímabili. Ok, þannig að eins og þú segir, þetta hagsmunamál og það margir hluta komandi, við erum með íbúa sem náttúrulega vil ekki sjá þetta nálægt sínu hverfi og eðlilega og svo ertu með... Og nágranninn elskar þetta. Já. Það er málið sko. Skipta skoðanir bæði graf og hinum með við. Það er nú eðli málsins og svo ertu reyndar örugglega með skipafélögin sem eru örugglega ekkit íkja kátt með þetta en það er... Jú. Þú fundið alveg fyrir... Ég fundið með Faxaflóðhöfnum og þeir hafa verið að færa sig í þá átt og henni greiningar á því hvort að og meðal annars út af samkeppnismálunum sem uppi voru milli Eimskipa og Samskipa og það allt saman þið þekki þá sögu að vera með það sem þið kalla common user terminal sem er þá ein skipa afgreiðslu höfn sem skipafélögin koma inn á og afferma skipin staðan fyrir að hér sé bara Samskip og hér sé Eimskip og engin annar fái aðstöðu. Auka samkeppni vöruflutninga til Íslands og þetta er stúdía sem að þeir eru með í gangi og eru svona frekar spenntir fyrir og ef að það verður niðurstaðan að þá er alveg nóg pláss þarna fyrir brú. Já, ok. Þetta er auðvitað fagnaðarefni að heyra að þetta sé óhuglega á baugi og það sé eitthvað að gerast í þessum efnum. Kannski áður en við slúttum þessu þá væri bara kalt mat það sé einhverja greiningar í gangi að fundar ákveðna samstöðu hvað er það langt frá fyrstu skóflustungu eins og við nefnir? Já, hann vissi það. Já, ég bara þori ekki alveg að segja það. En við ætlum að velja leiðina núna á þessu kjörtímabili og svo eru alls konar rannsóknir sem þurfa að fara fram. Umhverfismat og alls konar lögbundnir ferlar. Ég þori ekki að segja það, ég bara reyni að spá ekki eitthvað sem ég hef ekki alveg tilfinningu fyrir og gef ekki lofur sem ég get ekki staðið við, en ég vil sjá eitthvað svona skóflustungu á þessu kjörtímabili. Því að við höfum 4 ár til þess að sjá eitthvað framgang í þessu. Ég er formaður í samráðshópi með íbúum, ég ákvað bara taka þetta dálítið sjálfur á kassan og hitta íbúana sem að hafa þessar skoðanir og hafa þessar hagsmuni þannig að ég funda með þeim reglulega á nokkra mánaða fresti af því að það er alltaf verið að vinna ykkur mikla skýrslur og gögn og svona þannig að það er ekki mikið funda álag en það verður fundur held ég í október og líklega annar í nóvember þannig að við erum að sjá framgang sko og í grunninn á þessu kjörtímabili hefur þetta gengið mjög hratt í sjálfu sér sko. Það er komin ansi langt og mikil vinna þegar unnin. Það er frábært. Já, það er frábært. Það er kannski líka bara eins frábæra sem samgöngusáttmáli að þá einhvern veginn held ég og nú tala ánum svo 60 sekundur líða svo 60 ár sko, þú veist að einhvern veginn fólk vill alltaf eitthvað gerast eitthvað núna en þetta er bara þannig dæmi að það mun taka mörg ár. Mjög sem muna þess. Það er til það er til kvarði yfir borgir og það er mælt sko meðalferðatími íbúa. Okay. Samanburði við aðrar borgir. Já, erum við ekki bara hæstar eða sem með stysta tímana? Meðalferðatími í Reykjavík er mjög lágur með við aðrar borgir. Já, ég held nefnilega að það sé rétt sko. Þetta er eitthvað sem ég er mjög góðu vön sko. Já, sko eins og við verið harðir á Reykjavík borg í þessu hlaðvarpi ætlir að klappa mér á baki með það þú lítur upp til borgarna í kringu því og það er bara eðlilegt að þú sért 40 mínútur þetta er fínast að lesta og allt það þú ert samt 40-50 mínútur í vinnuna bara Nei, ég tók ekkert taxa í London svona 5 kilometra vegalengd ég var svona 7 tíma veðinni Já, þannig að sko við megum ekki missa það var þetta starfræði mín sko Já. Og ég meina aðferðin að einkabílum sko bróðir minn bjó í rétt fyrir utan Oslo Útrýming, mástu Já, bróðir minn bjó rétt fyrir utan Oslo og og ég heimsótt hann og segi ég vil ekki fara eitthvað hann í miðbæ og skoða og hann segi jú og hann ég held að hann væri að fara að ná í bíllyklana og ég segi ég er ekki að fara á bílnum hvernig eru að fara hann bara það er miklu einfaldara að
taka bara almenningssamgöngur og það eru miklu fljótari, þurfum ekki að finna bílastæði og fá okkur bara bjór. Ég ætla að vera að segja, fengum okkur bútar bara. Nei, eins og við erum að gera núna, Birgir. Það var ég náttúrulega bara hérna í vatninu. Þú ert í vatninu. Hann í 1. september. Ég ennþá stimplaður inn, sko. En þetta var bara svona eðlilegur hluti. Hann sagði bara, það einfaldara að gera þetta svona, cirka kannski 10 mínútur lengur, en einfaldara og skilvirkara og eðlilegra að gera þetta svona og þá tókum við bara alveg samgöngur, sko. Já. En ég meina sláum botni í þessu umræðu ég hafði mjög gaman að þessu. Við erum rétt nýbyrjað. Já, nei, við bara með þessa umræðu, sko, við erum bara, hafði engar ágjörðir, við erum alveg smá eftir, sko. Hún kemst ekki á hana borgarsöndum fyrir frimáli, sko. En við erum að sjálfsögðu í bútvarnum, Birgir. Sá var góður maður. Já, og málum með bútvar 0,0% þessi hann sé einfallega, hún getur keyrt eftir hann, og hann er ekki bragðið verið en svo upprunalegi, hann er ansi góður. Þó að svo upprunalegi sé nú svakalegur. Já, ég mæli nú með honum. Einar að lesa smáarleitri hérna, mér líst ekki það. Ætti að lesa þetta. 0,0, ég er bara ánægð með ykkur. Sé það. Svo erum við að sjálfsögðu með lengjunni og það er alveg pottur í vikunni. Já, lengja vilja nú vita með hverjum hann heldur í enska boltanum. Já. Stanley með það spurningu. Sko, ég held með Man United, en ég horfi ekkert á boltan lengur. Nei. En íslenska boltan? Ekki mikið, sko. Nei. Ég verð að viðurkenna það. Ok. Bara heiðarlegur. Ég var rosa mikill íþróttamaður, sko, þegar ég var yngri. Já. Og bara alltaf að fylgast með og spila alveg upp í meistaraflokk og svona. En svo bara eignaðist ég barn. Já. Og var að vinna vaktir og á fréttastofunni og eitthvað svona og þá voru koma helgar og þá var leikur og eitthvað og ég bara sá það að ég varð bara að gefa þessu frí svo að ég ekkert komist í þetta aftur. Nei. En mér finnst alltaf gaman samt ef að svona undir lok móts og ef að United er ykkur staðar hana ofalega eða það er eitthvað stórt mót og þú veist Champions eða eitthvað og mínu menn eru ykkur séns og svona þá Áertu aftur á íþróttamaður? Já, ég meina þá horfi ég á einn og einn leik, sko. Ég er eins. Það versta við, sko, er að ég er að tengja alveg, ég á 7 mánaða strák, sko, ég er að fara í einar skýrin, sko. Mér líður stundum eins og þú sér að stýra 8 manna fjölskyldu, bara... Nei, en hann er kraftmikill minn. Ég er ennlega eini í heiminu sem á bad. Þetta er val. Það er bara þannig. Já, algjörlega. Maður átt að segja því. Áður komið leikskólamálum, þá er það kontaktfyrirtækja ráðgjöf og skilabóðin eru einföld. Hún er eins og elsta og hún er eins og virtasta og þetta er nú bara þannig þegar fyrirtæki standa tímans tönn. Þá er oftast eitthvað spunnið í þau. Já. Og það er þá söguna að segja að kontaktfyrirtækja ráðgjöf afsakið, þessi 0% er aðeins að vegast fyrir mér. Já. Þannig að endur að hafa samband við þá ef þið eruð í hugleggingum hvort sem það er að selja eða kaupa fyrirtæki þá eru þeir ykkur innan handar. Endurskipulagningar. Já, það er komið að leikskóla á málunum. Sko, aftur við erum með nokkrar spurningar undirbúnar en við erum svona aðeins að brenna inn á tíma þannig að við höfum þetta kannski aðeins opnara. Hvernig hefur gengið að stytta biðlista á leikskólum og hvað aðgerðir hafið þið verið að ráðast í? Sko, ég er rosalega feginn að þegar ég fór í kosningarnar með Framsókn að við lofuðum ekki 12 mánaða börnum inn á leikskólana. Nei. Það var eitt flokkur sem gerði það. Ég meina það voru allir flokkar sem voru í því að segja að við ætlum að gera þetta. Og ég hafði ekki, ég er búin að sitja hérna eins og þið, fjölmiðlamaður, að spyrja stjórnmálamenn, voru þið ekki að lofa þessu, okkur stendst þetta ekki? Og ég bara treysti mér ekki til þess að vera að lofa einhverju sem að ég hafði ekki séð gögnin en vissi bara það að þessar áætlanir þær standast sjaldnast. Það er risastórt viðhaldsátak í gangi með alla leikskólana út af myglu og raka og svo er erfitt að framkvæma. Það er að segja, kaupa nýja leikskóla, þú veist það er verið að bjóða út og kannski kemur ekki tilboð og svo er þetta allt og dýrt og alls konar. Já, vantar fólki þetta líka ekki. Vantar fólk og svo er erfitt að manna. Einmitt. Þannig að ég bara ákvað að vera hófsamur og segja við viljum að taka inn 18 mánaða börn inn á leikskólana, samkvæmt reglunum okkar og svo reynum við að sjálfsögðu að fremsta megni að færa aldurinn niður í 12 mánaða. Og það á að vera markmiðið, en ég ætla ekki að lofa því að við náðum því. Og það er bara komið á daginn að þetta hefur reynst mjög snúið. Já. Og bara brúum bilið hópurinn
þetta átaksverkefni sem borgin sett á fyrir nokkrum árum. Þeir eru búin að ná ótrúlegum árangri. Þetta eru 1000 viðbóta leikskólapláss sem hafa bæst við kerfið. En á sama tíma hefur verið ráðist í aðgerðið til þess að tryggja betur mönnun, bæta starfsaðstæður leikskólakennara sem gera það verkum að það voru 300 pláss tekin út úr kerfinu. Já. Þannig að það var fækkað börnum á starfsmann og þetta var á síðasta kjörtímabili og bara flott að reyna að tryggja betur mönnunina og gera þetta starf svona ákjósanlegra fyrir fólk að vinna í, þannig að það haldist lengur í starfi. Gera þetta eftirsóttara starfi, klárlega. Já, en við erum samt í ennþá í mönnunavandræðum og síðan það viðhaldsáttakið, þar sem bara hver skólinn og fætur öðrum frá vegna myglu og þá lokaður og staðreyndin hefur verið svo að þessi börn hafa verið sett inn í nýju leikskólana tímabundið. Þannig að það hefur senkað inntöku nýju barnana sem átt að fara í þá. Og svo höfum við verið að leigja húsnæðið og breyta því og endalaust að bregðast við. Þannig að þetta bara mjög snúið. Og mín tilfinning aldrei þessi að við gætum byggt bara 20 leikskóli viðbót. En við myndum samt ekki ná að brúa bilið vegna þess að okkur vantar alltaf starfsfólk og þannig að þetta dálítið snúið og mér finnst mikilvægt að vera hreinskilinn með gagnvart barnafjölskyldum að vera ekki að gefa lofur sem ég get ekki staðið við erum að forgangsraða fjármunum í þetta verkefni sannarlega, það ekkert hik þar verið að reyna bjóða út ekki bara einn leikskóli í einu, heldur að gera samning það að við kaupum einn og möguleika að fá 5 í viðbót. Þannig að þar sem við erum með svæði sem deiluskipulagt fyrir leikskóla, það getum við hent bara nýjum leikskóla til viðbótar þar og reynda, þið vitið við erum alltaf klók, þá þurfum við ekki að fara í gegnum deiluskipulagsferli og eitthvað svona flókið sem að tefur en það virðist einhvern veginn, við horfum bara á sveitafélögin allt í kringum okkur. Það allir í þessum svipuðum málum að eiga erfitt með að manna, erfitt með að framkvæma, það allt kært og þetta bara snúið og engar töfralausnir. Við höfum verið til að vega upp á móti þessu, þá hef ég reynt að bæta dagforeldrakerfið, að það ákveðin brú í þessu bili en það dýrara kerfi, þannig að foreldrarnir sem hafa verið með börnin á dagforeldrum hafa verið að borga kannski 100.000 kall á mánuði fyrir dagforeldraplássið og mér fannst það ósanngjarnt að þeir foreldrar sem voru konum með 18 mánaða barn og ættu að vera komnir inn á leikskóla væru ennþá að borga svona háar upphæðir á mánuði. Þetta rosalegt högg þannig að við fórum og breyttum því, þannig að nú borga foreldrar sem eru með barn og dagforeldri að sama og ef þau væru komin inn á leikskóla og þetta mikil kjarabót, við getum munað kannski 70.000 kall á mánuði bara out of pocket fyrir eða back into the pocket fyrir foreldra og svo auglýstum við eftir leikskóla, eftir atvinnuhúsnæði eða húsnæði undir dagforeldra, þannig að við getum tekið þá leigu og endurlegt aftur og niðurgreitt eitthvað fyrir ef fólk vildi koma nýtt inn í þessa stétt. Við auglýst eftir atvinnuhúsnæði undir leikskóla. Við höfum reynt að gera alveg ótrúlega margt en þetta þungt. Svo líka reglugerðir þetta húsnæði, það verður að vera með ákveðnum hætti. Þannig að ég ætla ekki að hljóma mjög vonlaus. En ég sé það bara að biðlistarnir eða meðalaldurinn hjá þessum börnum sem að koma inn í leikskólana í sveitafélögunum á höfuðborgarsvæðinu, hann ekki 12 mánaða. Nei. Hann það hefur verið loforðið hjá rosalega mörgum stjórnmálumönnum, en hann ekki 12 mánaða. Hann kannski 18 mánaða, 19, 20, 21 mánaða. Shit. Og alveg niður í kannski, alveg, svo erum við með mismunandi stöður líka eftir hverfum og það líka það sem skekkir myndina. Þú getur verið með kannski 14 mánaða barn inn í leikskóla í ákveðnu hverfi en 22 mánaða barn sem kemst inn í öðru hverfi. Þannig að þegar þú talar um svona stórt leikskólakerfi eins og í Reykjavík, þar sem við erum með 10 leikskóla, þá kannski erfitt að segja leikskólavandinn af því að það leikskólavandi sérstaklega núna í Vesturbænum og í Laugardalnum og Hlíðunum og en ástandið allt annað upp í efri byggðum
mismunandi samt í efri byggðum þannig að og sumstaðar komast þeir miklu yngri inn og þannig að því að foreldrar vilja ekki keyra börnin sín á milli borgarhluta þannig að þú sækir 5 skóla sem þína forgangsskóla, vilt fara í eitthvað skólan náttúrulega í þínu hverfi allt fullt þar, en þér býðst kannski annar staðar, en þú vilt ekki þiggja það af því þú vilt kannski ekki keyra með barnið upp í Graf og eða upp í Breiðholt og svo aftur eitthvað annað á mótnana í umferðinni og þá dettur einn yngra barn þar þess vegna þessi svona imbalans í þessu eina leiðin út úr þessu að halda áfram að byggja halda áfram að að gera við forgangsraða vel og halda þétt utan verkefnastjórnina á þessum uppbyggingaverkefnum og og reyna síðan að bæta starfsumhverfi kennara þannig að þetta sé físilegt starf og launin hafa verið að hækka Reykjavíkurborg hefur gengið á undan með því að semja sérstaklega til þess að halda fólki í starfi og svo bara aðeins að velta fyrir sig hvernig við getum breytt skóladeginum inn í leikskólunum. Hvað með þetta Kópavogsmódel? Já, það er það sem ég er að tala núna að breyta kannski aðeins hugsuninni að það er svona ég hef verið spenntur að sjá hvernig þetta gengur hjá þeim það er mjög gott áður menn fara í svona aðgerðir að jafnbreyttismeta þær og það var ekki gert í þessu tilviki og þau voru dálítið óheppin eða þetta var svona dálítið fór illa stað hjá þeim og það kom mjög neikvæð umræða. Í grunninn held ég þetta séu ekki galnar hugmyndir hjá þeim og ég hef nú svona verið að hlera hvernig gengur og það virðist vera að þeir sem að sækja börnin, það lendir ekki allt á mömmunum. Þau eru að fylgjast með því núna hver sækir. Þannig að foreldrarnir eru að sækja jafnt sirka en ömmur og afar eru að koma meira inn og eldri systkini. Já. Þannig að dagurinn að styttast hjá börnunum og sem þýðir það að þú þarft og það fyrirsjónleiki í því þannig að það verið að skrá börnin í ákveðin langan tíma og svo hægt að létta þá á mönnuninni seinni partinn á daginn. Þú þarft ekki að vera með fulla mönnun allan daginn og það gerir það verkum að það lækkar ekstra kostnað og svona, það er ýmislegt í þessu en líka bara valjú fyrir börnin að þurfa ekki að vera svona lengi í leikskóla. Nei, rétt. En allt þetta bara dálítið svona stór og mikilvæg umræða þar að segja Kópavogsmódelið, ég útiloka ekkert að við gerum einhverja breytingar hjá okkur, rýnum til gagns það sem hefur verið gert en borgin bara svona ég rifja það upp fyrir nokkrum árum stytti dvalartíma barnanna hálftíma frá 3:30 til 4 og það var alltaf vitlaust. Já. Það komu sömu raddirnar fram og sagði þetta er tilræði við jafnréttismálin. Þetta mun alltaf enda á mömmunum en það talar enginn það í dag en þetta er líka hvað þjónustu erum við að veita viljum við þú veist er það eðlilegt að á meðan það er verið að stytta vinnuvikuna og hjá sumum stéttum er 36 tíma vinnuvika núna og þú veist fólk á að hafa svigrúm til þess að sækja fyrr en vill samt ekki gera það maður svona veltir í hans upp hvar eru við stödd í þessari umræðu en ég meina þetta er náttúrulega bara þú veist, snúið Algjörlega, kannski bara til að slúta þessu þá kannski bara er því miður raunveruleikinn þar að 12 mánaða svona eitthvað viðmið sem mögulega bara ekki í raun þetta sem staðan núna. Ég held að það sé bara absoluttlega eitthvað sem við höfum að stefna að fyrir þá sem að vilja það. Já. Ég held að umræðan hefur líka aðeins verið að þróast út í það hvað er börnum fyrir bestu en ekki bara foreldrunum. Ekki bara lengja fæðingarorlofið? Jú, það er ein leið. Ég var líka til í að fá bara fyrirtæki betur inn í þetta. Já. Mér veist ekkert útilokað að semja við stóra vinnustæði sem eru kannski með góða mannauðstefnu og svona infrastruktúr til þess að taka vel utan leikskólarekstur.
í ykkur svona almennu samningsformi þannig að það séu kannski börn úr Reykjavík helmingurinn og börn starfsmanna helmingurinn og eitthvað svona aðeins minni niðurgreiðsla með börnum starfsmannana þannig að þau fái kennitölu forgang innan fyrirtækisins, skilurðu, en Reykjavík börn komi inn líka út frá kennitöluröð að það sé eitthvað svona hagur fyrirtækjana, þau skilgreinni það sem sinn hag, sína hagsmuni að fjárfesta í þessu, láta gott að sér leiða í borginni með að fjölga plássum en líka fá sitt starfsfólk fyrir til vinnu með því að tryggja þeim tiltekinn pláss en þetta svona bara einhver hugmynd sem við erum aðeins að skoða og samfélagslega ábyrgð hjá fyrirtækjum, ég held að fólk sé bara örugglega að leita tækifæri til þess að láta svo gott að sér leiða. Já, klart. Já, ekki spurning. Við erum að detta í fasteignamarkaðinn sem að Sútorp er að bjóða okkur upp á. Eru þetta að bæli honum? Fyrir haust, vetur 2024, þau eru mætt og ég verð að segja það fyrir mína parta þetta geti verið svo glæsilegast að hinga til. Já. Einar, þú ert nú smekkmaður, sérstaklega þegar kemur að klæðinaði. Hefurðu verslað við Sútorp? Já, ég gert það. Já, ég er ekki hissa á því. Nei. Stilt á hann fyrir utan það. Hann er þetta að taka hann niður. Ég er bara svo ánægður með þessi fyrirtæki, íslensku fyrirtæki sem eru að sauma föt, sko. Sammála því. Sútorp er svona voruð eða þeir sem riða vaðið. Já, gerðu það. Heyr. Og svo er það búllan, sko, málið með búlluna er náttúrulega það þú getur beðið tvöfaldan borgara með brauð á milli og það sem þeir gera svo vel fyrir manna sem mig er að þeir eru með fullt af meðlæti sem þú borgar ekki aukalega fyrir. Súrar gúrkur, alls konar sósur, sterkar sósur. Maður er hann bara einhvern veginn eins og krakki á sælgætisbarn. Ég er að vera svangur að vera þetta. Já, nógu það, við ætlum ekki að sko, að því að við erum að koma að fasteignamarkaðnum og já, sko eins og tölum á sko þetta háa húsnæðisverð hinn mikli lóðaskortur og svo framöndu göttum, sko við byrjum bara á lóðaskortinum, sko það hefur eitthvað verið talað það, einhvern sáttmála sem að sveitarfélögin gerðu með sér, þar sem að þau ætluðu ekki að bjóða út fleiri lóðir en sem nefnir einhver ákveðnu sem mótaði við landsbyggðina og til að sportna við því að fólksfjölgun myndi ekki færast alfarið til Reykjavíkur. Þetta var nú bara eitthvað sem ég heyrði í dag reyndar, sko, þannig að þetta er einhver algjörvill. Þetta er einhver algjörvill þess að. En er ekki til í því að sko. Já, bara endilega, þú veist. Gamlu fjölmiðlum ég held sér fyrsta sem gestur segir þetta leikt af skítnum, sko. En góðu sáttmáli. það er engin sáttmáli sem kveður á það að sem sagt það þurfum að vera samstæð þarna milli og Reykjavík borg sé einhvern veginn að aftra lóðaframboði. Já, þú tala um vaxtamörkin. Já, fræddu mig endilega. Já, ok, ég skal segja það frá þessu. Já. Ég held að þetta er það sem sjálfstæðismenn að tenglast á núna, sko. Já, og gott og vel. Ef að tala um vaxtamörkin fyrst eða að tala almennt um húsnæðismálin. Þinn þáttur. Sko, eitt af því mikilvægasta sem að mikilvægasta verkefni sem við höfum í höndunum núna eru húsnæðismál. Það er miklu meiri eftirspurn eftir húsnæði heldur framboð. Þetta er bara einfalt. Og það hefur gert að verkum að húsnæðisverð hefur hækkað og húsnæðisverðið hefur áhrif á verðbólguna. Helmingurinn af verðbólgunni hefur verið reiknaður inn í þar að segja húsnæðisverð. Hækkun þess skýrir helmingin af verðbólgunni. Svakalegt. Og þetta er bara orðið svona efnahagsstöðuleika mál. Það er verið að ræða það við kjarasamningsborðið, þið vitið, það sem við erum að tala um laun, að það verði að gera eitthvað í húsnæðismálum. Staðin fyrir bara að segja sem er smá skrítið, sko. Já, fyrir að ræða bara hvert er virði starfsins sem ég vinn. Og þannig að ég hef setti það bara mjög oddinn að efla húsnæðis uppbyggingu í Reykjavík sem hafði þó verið mjög mikil 2 árin fyrir kosningar svona í sögulegu samhengi 20 og 21 eða ekki? Jú, af því að þá eru vextir mjög lágir út af COVID og slíku og þannig var staðan Olían? Já, og olían og þá fór bara allt upp úr alltaf stað
en síðan hækka vextir og þá hægist á öllu sem var alveg hrikalegt þegar það kominn maður í brúna sem að vil láta byggja meira sko. Þannig að ég sá það bara strax að við erum ekki að fara að ná okkar markmiðum af því að við gerðum sem sagt samkomulag við Húsnæðis- og mannvirkjastofnun og innviðaráðuneytið það að byggja 16.000 íbúðir á 10 árum. Risa átak. Og við viljum beita til þess öllum tiltakum ráðum og ætlum að vera með allt að 3.000 eða lóðir fyrir allt að 3.000 íbúðir tiltækar á hverjum tíma. Tvöföldun á lóðaframbúði. Mjög hálegt markmið en við erum núna í efri mörkunum. Þetta voru sem sagt markin voru þessi að því þetta sveiflast og fyrir eitthvað byggingu og klárast og þá þurfum við að koma öðrum lóðum inn og eitthvað svona þannig að það var bilið frá 1.500 til 3.000. Var ekki búið að draga í land með þetta? Nei. Þetta er markmiðið okkar. Að vera með lóðir fyrir 1.500 til 3.000 íbúður tiltækar á hverjum tíma. Núna í staðan þessi að við erum með íbyggingu rétt undir 2.500 íbúðir. Það er semst verið bara að smíða núna tæplega 2.500 íbúðir. Til viðbótar við það eru lóðir sem eru deiliskipulaðar og tilbúnar fyrir uppbyggingu fyrir rétt ríflega 2.500 íbúðir. Þannig að ef að gæjarnir sem að eiga þessar lóðir myndu ákveða í dag að byrja að byggja þeim, þá bara getur þið gert það. En einhverju hluta vegna eru þeir ekki að gera það og líklega er það vaxtastigið sem að stýri því. Hugsanlega eitthvað pipeline pipeline í verkefnastöðuna þeirra sko. Þú veist, þeir eru að byggja hér og svo ætla þeir að færa tæki inn og gera þetta næst og eitthvað svona. En aðalatrið þetta, þegar við tala lóðaskort, þá eru nú þegar lóðir fyrir 2.500 íbúðir sem að það er hægt að byggja á. Byrja morgun bara. Já. Og ég hef verið að hvetja til þess. En ég skil þá að það hefur verið hik í kerfinu. Síðan er það að við erum með náttúrulega alveg ótrúlega mikið í skipulagsferli. Það eru heldur 9.000 íbúðir í skipulagsferli og höfðinn og fleira og þannig að þetta er rosalegt magn. En það þarf meira. Þannig að ég verið að reyna að finna leiðir að því að svo er þessi deiliskipulagsferli og samningar við þessu uppbyggingaraðila og hönnun og svo smíðin. Þetta er alltaf til flókið og þungt í vöfum og við höfum verið að flöskuhálsa greina kerfið okkar, sjá hvar er hikið, hvar er töfin í okkar kerfi, er eitthvað sem við getum greitt úr hraðar og fórum bara strax í það í byrjun kjörtímabilsins og höfum við nýtt okkur það og skipulagsferillin er svona og svo tekur byggingaferillin við í kjölfarið og markmið hefur verið að reyna að færa þessa ferla aðeins nær hvor öðrum, sameina þá. Þannig að það sé að fara í uppbyggingu fyrr í ferlinu. Og þetta er svona bara stjórnsýsla sem er inn á við en síðan er það að finna ykkur nýja leiðir til þess að finna lóðir hratt og framhjá þessu kerfi sem er nú þegar til. Og þá setti ég í gang hóp sem að bara rétt eftir að við ég settist í borgarstjórastólinn sem átti að finna leiðir til þess að gera eitthvað. Já. Eitthvað nýtt til viðbót að vera það sem er í byggingu og er tilbúið. Og núna þeir byrjuðu í júní cirka að vinna aðalega þær, þetta eru öfluga konur að mestu liti. Ótrúlega flott heimi sem að vinnur þétt saman og hugmyndin var þessi, við förum í útkverfin af því að ég hef sagt að það þýðir ekki bara þétta, það þarf líka að ryðja land og það þarf að styrkja útkverfin og þau fóru byrjuð á Grafovogi og svo faraðu í Breiðholt, Grafarholt, Úlfarsárdal og svo reynda smá vinna upp á Kjalarnesi líka og þá bara farið, hort á kortið, hvar eru blettir það sem að væri skynsamlegt að byggja hvar er ekki skynsamlegt að byggja og á þessum tíma er búið bara frá því í júní þangað til núna 27. september þá er búið að greina lóðurnar, fara á staðinn, mæla hæðamismunum og vinna tillögur að lóðaúthlutun eða deiliskipulagi fyrir lóðaúthlutun á 475 lóðum fyrir 475 íbúðir á örfáum mánuðum. Í dag, bara áðan, var íbúafundur upp í Grafarvogi, þar sem við vorum að kynna
og sýndum á spjöldum upp á vegg hvernig þetta lítur út og þetta eru bara meira af Grafarvogi. Þetta eru bæði einbýlis, par og raðhús en líka, og þar setjum við það sem er í kringum par og raðhús og einbýlishús til þess að taka ekki útsinnið og svona passa upp á að þetta falli vel að landslæginu. Svo erum við með önnur svæði þar sem við erum að byggja kannski 2 hæða eða 3 hæða þar sem að hendar vel og bara alls konar, ólíkt. En á sama tíma þá erum við að taka opin svæði sem að eru kannski bara einhver lúpínubreiða sem enginn fer inn á eða nýtir og breyta því í leikvöll eða breyta því eitthvað fallegt útivistarsvæði. Og þetta er grunninn húsnæðisuppbygging en líka uppbygging á þeim innviðum. Taka svæði undir hús en byggja líka í staðinn samhliða eitthvað grænt og fallegt, eitthvað leiksvæði. Og þannig að við settum þetta líka upp í svona Google Earth kerfi, þar sem við settum sem sagt húsin, bara svona gróf hönnuð, bara aðalega massan, hæðina og umfangið inn á Google Earth. Þannig að fólk gat farið bara niður í götu sín, Street View og séð hvernig lítur þetta út frá götunni eða frá mínu húsi og þannig að fólk átti sér betur á því hvað er að ræða staðin fyrir að horfa bara á einhverja arkitektatekningu og skilja ekki neitt neinu og eða einhverja fallega renderingu af einhverju grafískur húsi sem og það er sól og bátur og enginn hefur trú að þetta muni líta svona út. Þannig að við gerum þetta núna í dag til að lega fólki aðeins að finna fyrir þessu, svona fá tilfinninguna fyrir þessu. Tökum síðan upplýsingarnir sem fáum á þessum fundi, förum með það inn í arkitektateimin, fullvinnum deiliskipulagstillöguna með þeim athugasemdum, hefjum síðan deiliskipulagsferlið, auglýsum það og fáum inn formlegu athugasemdina þar. Og vonandi náum við að selja fyrstu lóðurnar í lok febrúar og þá hefur okkur tekist frá júní í febrúar, fram með febrúar að lansa risastóru húsnæðisátaki upp á næstu 500 lóðir á innan við ári. Þetta er bara að því að við verðum að bregðast við. Við verðum að fjölga íbúðum og í byggingu og koma þessum lóðum út. Og ég veit að sumir verktakar og einhverju og samtökuð innar eins að vera að segja að vantar lóðir, borgin hefur engan áhuga að byggja. Þú veist, lóðirnar eru í höndum uppbyggingaraðila nú þegar 2500 sem eru tilbúnar en menn eru að bíða. En ég veit að samtöku iðnaðarins eru til dæmis með fæst af þessum lóðarhöfum í sínum samtökum. Það eru þessir meðalstóru og minni verktakar sem að vilja bara kaupa hennar lóð fyrir eina blokk eða þú veist, 4 parhús og fara af stað. Og þær hafa ekki verið til sölu fyrir en núna. Að því við höfum verið kannski meira í þéttingunni að selja svona stórar reiti sem að þróunarfélögin kaupa og að þróa og gera mjög flottar flott fjölbýlshús og með einhverjum aðstöðu og svo leiðis en það verður lítið verið fyrir þessa aðila. Þannig að nú eru þeir að fá þarna fyrst, tæplega 500 í Grafarvogi, svo Breiðholtið, Grafarholt, Ólafsdalur og byrjum á Grafarvoginum vegna þess að þar er pláss í skólunum, í grunnskólunum fyrir ný börn inn í hverfið, að því hverfið hefur verið að eldast og við þurfum hins vegar að styrkja leikskóla málinn hérna uppi með samhliða þessari uppbyggingu. Þannig að þetta er bara eitthvað nýtt sem að ég kem með að borðinu og þetta meikar bara fullkominn sens að gera þetta svona. Auðvitað er alltaf einhverju sem eru fúlir í nærumhverfinu en borgin er bara dýnamísk, hún verður að fá að þróast. Við verðum að ná árangri með þetta og þannig að ég er bara ánægður með þetta verkefni og vonandi gengur það vonandi standast tímalínur sko. Já, þetta er allavega mjög spennandi, áhugavert. Algjörlega. En þú talaðir vaxtamörkin á það. Akkurat. Það er að fara að koma með það núna. Já, bara kannski aðeins að því að nú eins og þú heyrir veit ég ekki alveg út á hvað þetta snýst. Það er kannski hann er ekki bara að taka því. Ég veist að geggjað sko. Nei, sko málið er það. Vaxtamörkin voru dreginu upp 2015 og þau afmarka sem sagt það svæði sem að sveitarfélögin og höfuðborgarsvæðinu eru búin að ákveða að vaxa ekki út fyrir og þegar þau voru dregin þá var svona borð fyrir báru hjá flestum
til þess að ryðja nýtt land og síðan og lógíkin í því og þetta svona sameiginlegt, þetta sameiginlega ákveðið miðað við mannfjöldaspá og svoleiðis, hvað þarf borgin, skilurðu, eða höfuðborgarsvæðið og þetta gengur út á það að draga mörkin eitthvað staðar þannig að það þurfi ekki vera að auka vegakerfið skilurðu endalaust og reyna að búa til samgöngukerfi sem fungerar og að því að ef að Hafnarfjörður eða Kópavogur eða Garðabæ byggir bara eitthvað lengst í burtu að þá og engar almenni samgöngur nálægt þá keyra bara íbúarnir þar inn í Reykjavík og lendi í umferðarteppu þar. Þannig að þetta helst svona aðeins í hendur sko, samgöngumálin og vaxtamörkin. Og svo einhver umræð allt í einu það núna að vaxtamörkin séu sprungin. Ég heyri bara Ásdísi Kristjánsdóttur í Kópavogi tönglast á þessu alveg endalaust. Hún reyndar hefur nýtt landið eða Kópavogur á undanförnum árum í það að byggja einbýlishús. Já. Og það er ekkert sérstaklega góð nýting á landi. Nei. Ef þú byggir fjölbýlishús þá getur þú fjölgað íbúðum. Rétt. Og dregið á verðbólgu. Og nú eru þau svona að ganga á sitt land daldið, en það er hins vegar við bara pælum aðeins í því sko, núna innan vaxtamarkana vantar sko íbúðir og okkur að fjölga hraðar heldur en að spár gerir ráð fyrir 2015 þegar þetta var ákveðið. Í dag væri hægt að byggja innan vaxtamarkana eitthvað 57.000 íbúðir. Já. Það er heill Kópavogur, heill Garðabær, heill Hafnarfjörður, heill Mosfellsbær og cirka 10 Seltjarnarnes. Já, takk. Sem væri hægt að byggja innan höfuðborgarsvæðis, innan vaxtamarkana í dag. Og það verður maður aldrei hugsi. Af hverju er þessi umræða að spretta upp núna? Hvað veist, það er eitthvað pólitík í þessu. Og það vil láta í það skína að ég eða borgin sé á móti því að endurskoða vaxtamörkin og þess vegna séu við á móti húsnæðisuppbyggingu og þess vegna séu við valdur að verðbólgu. Einmitt. Þú veist, ríkið hefur verið rekið með halla sko í 6 ár og í brjáluðum útgjöldum. Það er verðbólgan sko. Já. Let's be honest. En gott og vel, húsnæðisverðið skiptir líka máli. Verkefnið er að nýta landið vel og sveitafélögin öll á höfuðborgarsvæðinu eiga land, mismunandi mikið, þegar mismunandi aðstæður milli sveitafélaga, en þetta knýr þau til þess að nýta landið vel og byggja frekar þétt heldur en mjög dreift og gisið. Þau eru líka nýbúin að undirrita samgöngusáttmálan. Og hvað þýðir hann? Hann þýðir það að þau eru að fara að reka borgarlínu og almenningssamgöngur stærra leiðanett almenningssamgangna sem að er alltaf rekið með halla. Það stendur ekki undir sér. Það er niðurgreitar almenningssamgöngur. Besta leiðin til þess að draga úr þeim halla er að búa til massa af notendum sem að eiga greiðan aðgang að borgarlínu stöðunum. Og þannig að það er skynsamlegt og þetta er ekki fundið upp í Ráðhúsinu eða í kollunum á mér eða einhverjum öðrum. Þetta er bara það sem allar þjóðir gera. Það er þétta byggðina nálægt almenningssamgöngunum til þess að búa til krítískan massa til þess að það sé auðvelt fyrir þann massa að fara með almenningssamgöngum. Þannig færðu auknar farþegatekjur, dregur umferðinni og lætur þetta ganga upp. Já. Þannig að ég skil ekki alveg af hverju þessu umræða er allt í einu að sprottin upp núna. Kannski að því að við erum orðin of sammála í samgöngumálunum. Er þetta ekki bara fingerpointing eða? Þetta er eitthvað, ég skil það ekki alveg, en þetta er bara þegar menn horfa á magnið af íbúðum sem maður má byggja innan vaxtamarkana í dag, heill Kópavogur, heill Garðabær, heill Hafnarfjörður, heill Mosfellsbær, 10 Seltjarnarnes. Er þá ekki alveg svigrúm sko til þess að nýta það eitthvað fyrst? Þú veist. Það myndi alltaf það. En að því sögðu, ef að þau hafa hugmyndir þú veist, að styrkja eitthvað hluta af einhverju hverfi með að víkka út vaxtamörkin eitthvað staðar, að því að skólarnir eru að verða tómir út af því að hverfið er að eldast eða eitthvað og það eru kannski 100, 200, 300 íbúðir eitthvað staðar,
komið það bara með það tillögur og við afgreiðum það og reynum að finna einhver rök fyrir því skilið og afgreiðum það bara en einhvern veginn heildar endurskoðun hún stangast aldrei á við hugsununa sem að þau eru nýbúna undir þetta að vera með almenningssamgöngur sem fungera þannig að ég er bara svona það er eitthvað pólitík að það klárt helvita áhugastaf já, ég bara hann er líka svo fróður en Einar fárlega skemmtilegt hérna í kvöld við erum að detta í riddarspurningarnar við sleppum hraðarspurningum kvöld riddarspurningar, ég var ekki varaði við þessu nei. Ég sendi riddarinn þetta ekki það eru aðsendarspurningar og ég ætla að reyna aðeins að velja og sameina og því kannski fyrir ekki okkur að þetta skipti kæru riddar það eru auðvitað David Jones Leynitrix eða allt það já, Leynitrix í Svefnherberginu já, og þú veist þú vissir að því fyrir utan það að döðlur eru náttúrulega stútfullar af vítamínum, steinefnum ég held að þú voru að fara að spyrja mig Leynitrix í Svefnherberginu og ég er svona, hvað er að förum úr fasteignamarkaðinum mjög brött skipting og þetta er vægasta riddarspurningi sko, býttu bara það er hálftíma umræðan nei, döðlunar, ég skal bara segja þér það Einar, það eru döðlunar frá David Jones þeir voru með svarið handa Einar hann sko. mjög gott að það leist en nú er þetta bara grófara sko. nei, Subway 30 ára frábærum samlokum og þeir bara hlaka til næstu 30 ára það er ekkert sem að þeir gera skemmtilega en að hendi ég eina góða samloku túnfiskbáturinn ég ætla ekki að byrja á bræðingnum að því getum verið allt kvöld að ræða hann en ég er bara þengst maður sko er það? grunninn, og ég líka sko hérna er ein frá Sveini má ég byrja á einni riddara, bara örsnögt það er bara já eða neinspurning ætlar að bjóða þau aftur fram á næsta kjörtímabili ég bara hef aldrei pælt í því þannig sko, ég hef ekki tekið neina ákvörðun það ég held það já ég finnst þetta ótrúlega skemmtilegt þetta er ekki já og nei spurningur nei ég bara já ég býst við því en mér finnst þetta rosalega skemmtilegt og ótrúlega skemmtileg verkefni og þakklátur náttúrulega fyrir að fá tækifæri til þess að vera borgarstjóri og vinna með fólki hvort sem það er í meiri hlutanum eða minni hlutanum eða starfsfólki borgarinnar það er bara, þetta eru forréttindi sko þannig að ég er síðu vonaði en ekki hvað segirðu? Þú átt síðu vonaði heldur en ekki já, nei, ég á frekar vonaði er ég í annað sinn í kvöld að nota þetta líkt 0,0% ég er ekki viss þetta sé 0,0 þú átt vonaði síður en ekki ég á frekar vonaði líka leiður ekki klippa þetta leiður sem vera já, sjálfsög ok, við setjum 80% líkur á þetta ég meina, á ég ekki bara að gera þetta spennandi ég ætla að bjóða mig fram aftur og en síðan verður það alveg frétt sko, ég kem inn og útskýra ef ég gera það ekki það er dramatík það hættur við að bjóða þessu fram ég meina, mér finnst alla líkur á því að ég geri það Leifur hættir að tala um sáttmála og ég hætti að vera í orðatiltækjunum lærum eitthvað þessu en sko, Sveinn Sigurbjörnsson sendir hérna inn og það brottur í þessu hjá honum nú nýlega reyndi framsóknarflokkurinn að samina Emma og Vaffema sameining sem myndi bitna gífilega á landsbyggðinni segir hann nú er Reykjavíkurborg með framsóknarflokkinn fremstan í fararbroddi að breyta öllum stæðum í kringum stúdentagarana í gjaldskild bílastæði á þessum stúdentagörum býr að mestu leyti ungt fólk með lítið milli handa sko, og svo er önnur í svipumtúr sem ég ætla bara að taka með hérna sko, hvers vegna reyndi framsóknarflokkurinn ekki að saman að Kvennu og MR fyrst finnst framsóknarflokknum auðvitað að skerða Einar er alltaf í borginni samt sko fyrir landsbyggðinni, ég veit að þú veist en þeir eru samt að senda þetta Ísak, við höfum bara takmarkaðan tíma hann í ákvað sko, varandi þetta, já, ég er náttúrulega ber ekki ábyrgð á mentamálunum í sko framhaldsskólanum svaraðu á hendur ríkisins já eða nei en ég þú veist, ég get alveg farið í þessu umræðu ég veit að það er alveg rök fyrir því að sameina þessu skólana sko en mér skilst að það hafa nú verið dreigð tilbaka og ákveða að vinna betur með þetta og bara farsæl niðurstaða en varðandi gjaldskilduna hjá stúdentagörðunum og á háskólasvæðinu þá er það Háskóli Íslands sjálfur sem er að leggja það til vegna þess að það er náttúrulega
það eru mjög það er ekki algengt að það séu ókeypis bílastæði bara yfir höfuð. Ekki í dag. Ekki í dag, sko. Og og það er verið að reyna að stuðla að breytum ferðavenjum hjá þessum hópi stúdent sem býr á, þú veist nú er þetta ömurlega ræðan sem að ég held aldrei, en stúdent sem býr á stúdendagörðunum og er í háskólanum, það er rosa stutt fyrir hann í vinnuna, sko. Og það verður sér leikskóli líka, sko, og maturubúð, en gott og vel, þetta bara velur fólk það að eiga bíl eða vill það. Þannig að ef einhver staðar væri hægt að vera með gjaldskyldu, þá er það kannski þarna, en ég held að þau séu að fara í eitthvað svona prógram þar sem þau getur verið með eitthvað passa, eitthvað tíma og svona aðratrið það að framtíðin ber það með sér að þarna kemur hraðastrætó gegnum háskólasvæðið og það er bara flott, sko, en ég skil frústrasjónuna, sko. Já. Hvenær fáum við nýjan Laugardalsvöll? Laugardalsvöll? Við erum nú að setja hybridgras á núna. Emmett. Og Var það plástur á sár? Það er bara raunhæft. Það er bara, sko, ég meina, hver var hin hugmyndin? Hvað var 15-20 milljarða? Streitast á móti í einhverjum draumsýn 15-20 milljarða, 30 milljarða yfirbyggðan völl fyrir 20.000 á Íslandi. Sorry, ég bara, þú veist, við erum borgin á Laugardalsvöll. Við hefum ekki komið að því að byggja upp svona leikvang. Það er, þú veist, við erum almennt séð, þá er svona stefnan er þessi. Við setjum okkar peninga í að byggja upp aðstöðu og tryggja rekstrargrundvöll fyrir félagana, þannig að þau getur sinnt börnum og ungmennum. Svo þegar þetta komið upp í afreksstarfið, þá segjum við, heyrðu, við erum búin að búa til fyrir ykkur leikmennina, nú með þið láta þetta ganga eins vilu þið getið. Og svo stiðum við bara við félögin almennt. Já. Þannig að þetta er svona áherslan, þannig að landsliðin sem hafa æft frítt hjá borginni og sveitafélögunum hingað til eru núna að fá sko þjóðarhöll. Við leggjum til lóð undir það, en svo kaupum við tíma fyrir félögin sem eru sko barna- og unglingastarfið. En allt sem að snýra að landsliðunum, það er greitt af ríkinu. Að því að okkur ætti Reykjavík eitt sveitafélag að vera að borga fyrir landslið. Okkur ekki Kópavogur, Hafnarfjörður og hinir allir. Þannig að við tökum þátt í þessu að því að við vitum að Laugardalsvöll var ekki nógu góð og lítil og allt það og við fylgdi ekki alþjóðlega kröfur og stutt í vegginn og fyrir inn úr horninu og þannig að við bara náðum að semja þetta og frábært hvað þetta hefur gengið hratt en við erum að borga rekstur inn í þjóðarhöll bara á grundvelli tímana sem við kaupum fyrir börn og ungmenni. Laugardalsvöllur sem er þjóðarleikvangur þá í knattspyrnu það er engin börn og ungmenni að æfa þar. Nei. Þannig að þetta er aldrei flóknara system. Við eigum hins vegar Laugardalsvöll og þannig að núna, það þýðir hins vegar ekkert að eiga Laugardalsvöll ef hann þjónar ekki hlutverki sínu. Þannig að ég, og grasið skiptir öllu máli, þannig að það sé hægt að spila langt inn í veturina, því að nú eru einhverjir menn í útlöndum sem eru búin að ákveða það, þegar ég verið að spila leiki allan ársins hring, langt inn í desember. Og það verður að vera rosalega ljós á þessu, svo að þeir geti selt sýningarétt og grætt mikla peninga. Og sveitafélag á Íslandi og einhvern veginn og þurfa að fara að borga fyrir það. Þetta er aldrei skrítið. En á sjálfsögðu verðum við að láta þetta ganga. Þannig að við ákvaðum það að setja 500 milljónir í það að gera svona hybridgras sem er þá blanda venjulegu og plastgrasi, gervigrasi og erum að fara í þá framkvæmd núna. Síðan er það vilja yfirlýsing að halda áfram að byggja upp Laugardalsvöll og þetta er dálítið að frumkvæði KSÍ. Þorvaldur kemur hann inn nýr formaður og segir ef við ætlum að ná árangri með þetta og tryggja aðstöðu sem er boðleg þá verðum við bara að veðja á Laugardalsvöll sem okkar þjóðarleikvang. Hinni draumarnir risa stadium sem að engin veit hvernig á að reka, eitt er að byggja hann, en hver á að reka hann og það var gerð markaskonu sem sýndi að það vildi enginn gera það, alþjóðleg og þannig að núna er bara KSÍ búið að segja við erum til í það að halda áfram að byggja upp Laugardalsvöllin. Það er bara flott að skynsum nálgun og við fórum bara strax í það, setjum fjármagn í hybridgras og síðan er það verkefnið að milli KSÍ og ríkisins og
og einhverju liti borgarinnar sem eigandi í vallarins að tryggja fjármagn í áframhaldandi uppbyggingu, gera klefana og kannski að byggja stúkur við endana og færa þetta eitthvað til og þétta þetta og hérna, en það setjum tímamál. Aðalatrið að gera hann leik hæfan með ljósum og grasi þannig að það sé hægt að spila þessa leiki og það bara staðan núna. Já, það bara staðan. Já. Þannig að það völlurinn. Já. Takk. Herri, það að koma að lókum hjá okkur hérna í kvöld. Þetta búið að vera hrikalega skemmtilegt. Já, það er búið að vera mjög gaman. Já, ég held að við tekið allt. Ég ætla að hætta að tala í orðatildegin. Já. Það er alltaf eitthvað að fara. Hann er alltaf bara, nei, hann ekki að... Líka tvöfald neytari til að flækja þetta umfreka þetta. Mín tilfinning svo að þú sett mjög vel máli farin. Ég held að þú sett bara allt of mikið í 0%. Ég veit það. Ég þarf að fara yfir í prósentin, sko. Ég að fara frákarsengir. Bónus... Þeir auðvitað að stiða við Íslands íþróttalíf í formi bónusdeildarinnar, já, sem við kvöldum bónusdeildin. Það er náttúrulega afkaflega spennandi. Og þeir að fá nýja þjóðaröll, sannarlega. Svo erum við þetta með frumera allir með nýju í endastaf einföld skilaboð. Drífa sér skoðun. Það er rétt. Og kannski áður en við slúttum þessu, þá var það Kemi, bílavarahundir, setti bílnúmerið þetta á kemi.is og já, þú getur valið úr þessum, 16.000 vörunúmerum. Ég hef aldrei séð jafn stóran lager af bílavarahlutum. Nei, ég held að Hermann Guðmunds, hann segir, það er nú bara skilabóðlega eina að allt áfram að standaði vel. Hann er nú harður framsóknarmaður. Já. Elska þetta. En sko, mér fannst þetta skemmtileg spurning, hann ég leyfin að slæta frá ritturunum. Sko, hver sækir maður í gæsaleppir opnast stýrihópin, gæsaleppir lokast sem komst að því að það ætti að moka þegar snjóar. Þessi er þetta helvíti góð. Sko, hlægiði bara. Þetta var eitt af skemmtilegu málunum sem kom einhvern veginn í byrjun kjörtímabilsins. Það bara var alltaf vitlaust út af því að það snjóaði bara endalaust. Og þeir gátu aldrei klárað að moka stoppvegina, komast aldrei inn í húsagöturnar og fólk var bara lokað inni. Þannig að við settum bara allt í gang og það var settur að fót þessi stýrihópur endurskoðun þjónustu handbókar vetrarþjónustu og fólk bara, já, þið heldur betur að láta hendur standa fram úr ermum og við náttúrulega vorum búin að bregðast við með fullt af tækjum og það búið að leysa úr þessu en það þurfti eins og að búa til miklu betra kerfi utanum, þú veist, snjómokstur. Mér finnst þetta að vera grunnþjónusta að fólk geti komist leiða sinnar bæði á göngustíðunum og bara í götunum. Þannig að svo var síðasti vetur og það ég held ég bara ekki fengið hrós fyrir neitt jafn mikið og snjómoksturinn í fyrra, síðasta vetur. Þannig að þessi stýrihópur virkaði? Já, það var ótrúlegt. Það var allstað þar sem ég kom, það var alltaf bara helviti, þetta að ganga vel hjá þér með snjómoksturinn. Og þá fór einhverju pólitíkin að segja, já, það er ekki verið neitt snjór. Og ég svona, ok, finnum út úr því. Já. Og Veðurstofan, það bara fjöldi þungra daga í snjó og eitthvað svona og það var meiri snjóþyngsli í síðasta vetur heldur en veturinn áður þegar allt varð vitlaust. Þannig að systemi virkaði, við settum bara aðeins meiri pening í þetta, betri útboð, fleiri tæki, þú veist, meiri eftirlit með þeim sem áttu að vera að moka, þú veist, sem við einhvern verktaka, hann á að vera með 6 tæki eitthvað í efri byggðum, svo kannski bara mæta 3. Það var ekkert eftirlit almennilegt með þeim. Nei. Hvort það væri 6 tæki, þannig að nú erum við bara með mann sem bara keyrir og bara telur tækin og hringir og þú veist, við erum líka held að það hafi verið sett GPS tæki á þau öll, þannig að við getum trakkað þau og bara hafið í lagi. Þannig að já, vel gert. Sumt þarf bara að laga og maður hafði nú ekki mikla trú á þessu stýrihóp þegar hann var tilkynntur, en hann er deliverað. Svínvirkaði. Þetta gekk. En þetta var fáralegt nafn á þessum hóp. Góða hóp. Stýrihópur endurskoðun þjónustu handbókar. Þetta er góð spurning líka. Þetta var skemmtilega. Ég er ánægður með þessa spurningu. Já. Og það gaf mér tækifæri til þess að tala um eitthvað sem gekk vel. Já, nákvæmlega. Ég held að við séum bara... Já, ég er eiginlega ekki með hérna lokaspurningu nefnum bara Einar afsakaðu hvað þið heldur við lengi. Þú stóðst bara svo ótrúlega vel. Takk fyrir það. Og okkur langaði að tala við þið bara endalaust. Halda áfram standaði vel. Takk fyrir kvöldi og takk fyrir komuna. Takk fyrir það. Takk fyrir þáttinn. Takk.